Góða kvöldið og velkomin aftur í Míludeildina. Ég heiti Daniela Bangsimon og með mér broskallinn Brimar. Velkomin. Já, takk fyrir það. Geggjað að vera komin aftur og úrslita kvöldi í þetta skiptið. Það bara spenna í loftinu og allir mættir í að rýna, sýndist mér, allavega fullt af fólki hérna frammi. Alveg pakkað inn í sal, gerir ráð fyrir, allt undir líka. Tökum best of 5 viðureignina milli Arena Gaming og Clutch Esports. Já. Þau mættust hérna í best of 3 fyrir mánuði í Upper Final. Ekki jafn spennandi leikur og maður vill sjá sem hlutlaus einstaklingur. Nei, fyrri leikurinn var alltaf læg. Hann var góður í gegn. Hann var bara, rándinn sögðu annað. Á blaði var þetta ekki spennandi. Nei, á blaði var þetta ekki spennandi. Gott að vera Clutch fan. Já, þú veist, ef þú horfir á leikinn í gegn, þá var þetta alveg spennandi leikur. Það bara Clutchaði öll ránd. Það var bara svoleiðis. Já, síðan í seinni leiknum þá voru Clutch komnar orðnar aðeins of heitar fyrir Arena til að ráða við, en vonandi eitthvað búið að taka það fyrir og við fáum aðeins meira spennandi leik. Við ætlum að renna hérna yfir bracketsin okkar og sjáum hérna hvernig leiðangurinn þeirra hefur verið í hennan úrslitaleik. Clutch mæta hérna Ravihött í fyrsta bracketleik, taka hann 2-0, mæta síðan Arena Gaming eftir 2-0 sigurinn þeirra á Gold Diggers í Upper Final leiknum sem ég minnist á, og fara hana í Lower Finals gegn Gold Diggers aftur, vinna bara aftur 2-0 og mættar í finalinn. Ekki mikið af möppum hérna, einn leikur fer í þriðja mapp og það milli þeirra sem tapa í fyrsta bracket, Ravihött og Gold Diggers. En við erum ekki hérna til að tala um þær í kvöld, við erum hérna til að tala um Clutch og Arena. Já, samt alltaf skemmtilegt að minnast á að fara yfir þetta og sjá hvernig þetta var. Þessi deild aðeins öðru sig heldur en svo síðasta og bara gaman að sjá Clutch liðið sem við erum að fá hérna upp. Þetta líklegast þeir sem að byrja fyrsta leik, tel ég. Lullified, Bat, Cloudia, Kate og Waffly. Við erum alltaf að fara að sjá Lullified, Bat, Kate og Waffly. Óvíst hvort að Cloudia eða Lulu spili fyrsta leik. Hef haft rámt fyrir mér áður og ég ætla bara að hætta að giska. En line-upið hjá Arena myndi þá væntanlega vera Mist, Áskvís, Barasara, Pera og Elger. Já. Ekkert óvenjulegt þarna, engin Sunnarindar sem við höfum alveg séð í nokkrum leikjum en að söppað inn í nokkrum leikjum. Þannig að ég sjá hann örugglega ekki í kvöld. Allavega ekki, ég hef allavega ekki heyrt af því. Þannig að þetta verður bara line-upið í öllum 3 til 5 uppum, sjáum hver langt það fer. Já. Allavega skemmtilegt að vita svona sirka hvað að fara að gerast hérna hjá Arena Gaming þó að Clutch hoppa alltaf á milli. Það alltaf líka skemmtilegt að sjá að séu með það stóra leikhóp að þið getur spila 6 manna roster. Já. 6 manna roster hefur verið svona umrætt hjá mörgum í Valorant senunni í VCT leveli. Það einhverjir sem að vilja þræta fyrir það að 6 roster að line-up virki og aðrir sem að neita fyrir það. Já, greinilega virkar fyrir Clutch. Já, Clutch að sýna að virkar allavega fyrir þær. Já. Og þetta búið að vera náttúrulega sterkasti hópurinn núna í einhvern tíma og halda sama leiði og við erum búin að tala mikið um það í gegnum deildina á þessu tímabili að hvernig þær eru búin að halda hópnum og hversu sterkar eru orðnar og þær eru bara að bæta sig. Og mætti halda að þær ættu bara að vera að fara að spila eitthvað úti og móti öðrum stærri liðum eða eitthvað svoleiðis. Það alltaf gaman að sjá þegar íslenskir hópar ná að mæti í einhver svona Evrópumót eða eitthvað svoleiðis. Já. Núna fara Clutch með sigur í brackets, rauninni sigur og fá double ban í the best of 5. Þannig að þær fá að rauninni að banna öll mappin. Arena ekki að banna neitt mapp í þessar viðureign. Það byrja bara 2 bönnum frá Clutch, síðan bara pick
pick. Já, það er eiginlega skemmtileg svona uppsveðning á hvernig það er gert. Það eru mismunandi eftir leikjum svo sem hvernig þetta er sett upp, hvað sigurliðið í raun fara að gera, hvort það fær bara að velja fyrst eða hvort það sé akkurat eins og þetta. Mér finnst þetta að vera frekar mikil völd sett í hendunar og Clutch fyrir að komast þarna í efri bracketið. Þetta er bara venjan. Þetta er venjan. Allána hér og í Valorant. Já. Sjáum þá líklegast permabannið hjá Clutch fara en út af BIS, þær hafa bannað það bara í hverjum einasta leik held ég. Já. Og gætu núna séð Arena spreyta sig í Fracture sem hefur verið permabannið þeirra. Ef ég man rétt. Það er bara verið spennandi að sjá. Þessi leið eru samt það góð að geta komið sér inn á held í hvaða map sem er og er búin að spila það mikið að ég held að eigi ekki að trufla allt og mikið þrátt fyrir að vera annar liði sé sterkar á þessu og hitt liði sterkar á hinu og svona að ef þessar stelpur æfa sér nóg og eru komið plan og hvert einasta map þá á þetta ekki að vera vandamál. Þá eru það bara mættar og eru tilbúinir í slægin. Nei, akkurat. En ég hef í rauninni ekki glóru það hvað annað bannið hjá Clutch geti verið, þannig við fáum kannski bara vídeóið upp núna áður en að ég geri mig sjálfan að fíbli að reyna að giska á eitthvað rugl. Já. Það er alltaf. Sjáum að BIS verður fyrsta bann. Það er, væntanlega Clutch sem að banna það. Og það er Fracture. Bann sem kemur í gegn. Frá Clutch líka, ef við tölum það. Það er doppelbann frá þeim. Og fyrsta pickið er Haven frá Clutch og það var pickað Attacker held ég hinum megin. Bind kemur út frá Arena sem map númer 2 eru frekar öruggar og því við erum að sjá hérna gömlu möppin vera fyrstu 3 pickina er Haven Bind Split. Mér líst svo vel á þetta. Við erum að fara í gamla góða hérna og síðan 4. mappi ef þess þarf er það Lotus pickað af Arena og við förum síðan í síðasta mappi Pearl sem að er þá, í rauninni bara eina mappi sem var eftir. En skemmtilegt að segja, ég fekk hérna blað í hendunar áður við byrjuðum streymið frá þjálfara Clutch og það var akkurat kannski pínu til að útskýra svipina þér. Hann segir hér, við bönnuðum Fracture því við höldum að AG hafi verið að spila 3D chess í bans og hafi viljað Fracture. Breach Teho er crazy á því mappi. Þannig að það er sem sagt hugsunin þeirra er að Arena Gaming hafi alltaf verið að banna Fracture til að fá Fracture í kvöld. Eitthvað svona dæmi til að fela besta mappi sitt. Já, fela besta mappi sitt, þá getur það mæti úrslitakvöldi. Já. Og Clutch segir bara, við sáum leikiðin, hvort að það sé rétt, er hins vegar allt ennur en mér finnst gaman að sjá og líka bara að fá svona miða frá þjálfarinu til að útskýra, til að svona reyna að koma einhverju hugafari hana á svipiðin en mjög skemmtilegt að sjá bara hvernig þetta er og verður bara gaman að sjá hvort þetta sé ekki bara rétt ákvörðun en ég allavega elska fyrstu 3 möppin sem við erum að fara í. Þetta er uppáhaldið mitt, það er þessi fyrstu gömlu góðu sem að ég spilaði helst. Þannig að ég er allavega voða spennt yfir í kvöldið. Já, þetta er svo sannarlega álöktun tilraun til að slá eitthvað út af laginu, aðalega bara mig held ég. Já, við sjáum þá ekki að Arena spreyta sig á Fracture neitt á þessu móti. Eins leiðilegt að það hefði verið, gaman að það hefði verið að sjá, Breach Teho mjög sterkir hann að hafa verið mikið að nýta hann hjá Arena, þannig að kannski er þetta rétt hjá þeim, kannski eru þau bara gigabrain eða eitthvað, ég veit það ekki. En fyrsta map Haven, Arena pickar Attack, spila líklegast áfram innan Breach Teho, eða kannski Sovin í staðinn, gæti verið Sovin fyrir Teho.
Jet heldur það séu byrjar að spila Jóru? Nei, Nei, ég held að Elgar sé ekki ég held alveg að þar. ég held að það sé bara Ég held að það sé Waffle. frátekið fyrir bara- Waffle. Já, það engin annar að fara að spila það en ég man ekki eftir að hafa séð Clutch tapa postplant eða retake á þessu mappi þannig að þetta verður gríðarlega erfiður leikur fyrir Arena Gaming til að byrja hérna í og ég held að það sé alveg góð ástæða af hverju Clutch vill byrja á þessu mappi. Það stútuðu þessu mappi hvert einasta skipti sem við spiluðu þetta síðasta tímabil og ég held að þeir hafi unnið, það er náttúrulega búin að vinna allt, ég veit ekki hvort það að fengi Heivin eitthvað núna í þessari deild en þetta lið stórkostlegt á Heivin og ég held að þetta verið gríðarlega erfitt akkurat fyrir Arena Gaming að koma sér inn í þetta og það þurfa virkilega að passa sig á akkurat þessi postplant og bara retakes hjá bara Clutch. Ég held að þetta sé svona eitt af betri möppunum sem þær eru í akkurat í Defenders að spila bara pínu öðrum megin, bakka út þegar attackers koma inn og spila frekar upp á retakið. Já, hérna líka að vísu Arena spila venjulega það komp sem ætti að vinna í postplant situationu frekar en eins og til dæmis gerir ráð fyrir að við sjáum Lullified fara ISO kannski, Waffle fyrir Jóru, við fáum Bat á Vice, Cypher, það var þetta ekki spila mikið Cypher. Nei. Og af hverju myndur þú gera það? Liðið sig út að spila múti Pika-Tei á næstu í öllum heppum? Já, akkurat. Þannig að, já. Já, allavega eftir að TH kom út þá höfum við ekkert séð Cypher held ég. Nei, Vice líka bara betri núna, þannig að, já. Ég held að við sjáum örgulega Bat fara á Vice og, já, Delulu inni. Delulu gæti reyndar þá farið Sentinel og Bat tekur östru. Móti Perur og Glasi fyrir líka östru, þannig að þetta verður á einhvern hátt eins en ég held að Clutch sé ekki fara að breyta því til að þær spila bara eiginlega initiator. Nei. Þannig að ég breytist örglega ekkert í kvöld, allavega ekki strax nema kannski allt sé að klikka og þau þurfa að prófa eitthvað, breyta til, prófa eitthvað. Það getur allt gerst eins og við svo sem séð. Clutch ekki, þær eru ekki óvinnanlegar. Það alveg hægt að vinna þetta lið. Við höfum alveg séð að tapa sko. Við höfum alveg séð að tapa. Og tapa móti liðum sem að Arena hefur unnið. Já, akkurat. En þetta bara verður gríðarlega spennandi og ég bara veit ekki, sko ég að spá frekar stórum sigri fyrir Clutch á fyrsta mappi en ég held að Arena Gaming komi síðan sterkara tilbaka á öðru mappi. Já, akkurat. Haven map sem að Arena hafi verið allt í lagi á en Clutch skara bara fram úr og svo sem hafa bara gert það á flestum mappum sem þeir spila. Bara lið sem að mjög erfitt að krýna. Já. Þær eru að leita af sínum 5. titli í kvöld. Langar mér að segja, 4. eða 5. í röð. Það ekki létt að koma. Það alvöru dominance. Já, það alvöru dominance. Það sko, það líka búin að vinna þetta bara svona leiðilega, léttilega eitthvað svona. Það ekki, þó að einhverjur hafa mætt með keppni, það unnið 3-1 í síðustu úrslitum. Ég man ekki hvernig hinn úrslitin fóru, það svo langt síðan það var. En 3-1 svo sem 3-1 svo sem alveg ekkert ójafn leikur sko. Nei. Því að þær töpuðu alveg einu mappinu svolítið sannfærandi, þessum einu mappi sem þau töpuðu. Já. Þannig að 3-1 ekkert það slæmt. Það að leikur fari í 3. mapp finnst mér vera frekar sjaldgæft í best of 5. Í 4. mapp, segir ég. Nei, 5. mapp segir ég. Já, 5. mapp, já. Þú veist, finnst ég næstu því aldrei sjá það. Nei, allan ekki hér. Bara ef við tökum til dæmis síðasta CS-mót 3-0. Já. Og ég meina, liðin hafa alveg verið jöfn þar að flestu leiti, fyndi ég halda. Já, þú mistir reyndar af Rocket League úrslitunum. Þar fengum við 2
7 leikja seríur í röð þar sem það var spilað sem sagt, best of 7 Já, og í sem sagt, neðri undanúrslitum og neðri úrslitum fór bæði 4-3 fyrir liðið sem að komst sem sagt, í úrslitin síðan í endan. já, Þannig að það getur alveg gerst og það alveg til virkilega jöfn keppni og það var langur dagur og skemmtilegu dagur en já, trúi því. það náttúrulega langt skemmtilegast ef við komast í 5 leiki og höfum þetta skemmtilegt og Já, ég vil helst að líka að Arena Gaming komast í 2-1 að þær komast fyrst í 2 leiki. Mér svo sem sama hver kemst í 2 leiki, ég held bara með 5. mappi. Já, þú heldur með 5. mappi. Og þá má svo sem hver sem vinna mín vegna. Já, þetta mér langar bara að sjá Arena Gaming setja pressu á Clutch. Annarkvort vinna fyrsta leikinn, en mér finnst það bara gríðarlega ólíklegt á heiminn, en vinna þá númer 2 og 3. Split og Bind. Split og Bind. Bind og Split, það Arena Gaming pikkaði Bind og Clutch pikkaði Split. En já, það verður virkilega gaman að sjá. En síðan kannski að minnast á að það náttúrulega veisla hérna frammi í sal og við erum með veislustjóran okkar Leo meistara sem að sjá allt hann frammi, ég veit ekki hvað í gangi nákvæmlega frammi, hann vonandi með einhverja veislu, almennilegt standi í gangi á fólki og fólk mætt á Bytes, fá sér að borða og einhvern góðan drykk á meðan þau fylgjast með í salnum og ef þú ert ekki á staðnum en kemst á staðinn af hverju ertu ekki á staðnum, komdu, fáðu þér eitthvað gott að borða Bytes, fylgdist með, vertu með í veislunni og höfum gaman bara í kvöld. Já, og líka bara, ég held að það einhver verðlaun sem þú getur unnið, það pub quiz og það einhver bottakeppni, skjóta hardbotta held ég, þannig að getur unnið verðlaun, frýr bjór og eitthvað. Og síðan ætla ég líka að minna á það að skráning fyrir opnadeild hafin, fyrir þá sem að hafa áhuga að keppa í Valorant og fá ekki að skrá sig í kvennadeild, fá það ekki allir. Þannig að ef að þú búin að vera að bíða eftir því, þá skráning í gangi núna á Discordin okkar sem að lokar bara á sunnudaginn, þannig að þú getur skráðið sem einstaklingur ef að þú ert einn þannig að séð. Þannig að ef að það eitthvað sem þú hefur áhuga á, endilega tjekka það á því. En við erum komin inn í map, fáum hérna gullfallegt overlay af vídeóin okkar. Og líka bara öllu, ekki að sjá hérna efsta hérna, Clutch og Arena Gaming, þetta lúkkar. Þetta svínlúkkar. Gætu séð graff í kvöld? Við erum að sjá graff hérna bara fyrir framan okkur, þetta bara byrjun á graffinu sem við erum að fá hérna og hérna sjáum við akkurat hver að pikka og hver pikkar hvaða sætt. Það var akkurat Haven pikkt af Clutch og Arena Gaming pikkar Attacker sætt. Við sjáum það reynda bara alla leið í gegn, það alltaf pikkað Attacker sætt, það bara, það einhvern veginn, þessi lið elska Attacker sætt. Það hefur einhvern veginn verið miklu uppáld, með reyndar sýnist Arena hafa pikkað defensan á Split. Það þessi merki hérna? Já, það þessi merki. Já, þannig að Arena hefur pikkað Defenders á Split. Jú. En við erum að sjá hérna mikið af því sem við byggust við, Delulu kemur inn til að fara á Sentinel, Lullified á ISO, sígildi Jóru sem við höfum séð í hverju einasta mappi frá Waffly, Kate ætlar að taka Smokes hér og ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem við sjáum KO í þessari deild. Mér langar að segja það. Já, nú ég bara ekki viss. Rugglaðist hann á möppum, ætlaði að segja Omen, sagði Astra á þann. Sjálfsögðu fólk að fara að pikka Omen á þessu mappi. En komdu með ástæðuna fyrir Omen pikkinu? Flassið hans á þessu mappi bara svo ótrúlega sterkt og það svo margir staðir sem þú getur fengið svo ótrúlega góða nýtingu út úr hérna TP-in hans á þessum mappi. Það ógeðslega mikið af angle sem þú getur tekið og high-low sem þú getur tekið með Omen sem þú getur tekið með Jet og eitthvað svoleiðis en þú eykur víddina í liðinu á móti östru sem ekki lélega á þessum mappi, alls ekki
bara hún ekki jafn góð, sérstaklega þú ert með breachinn. Þetta ekki það stór sæt að þú þarft allt þetta util. Þegar þú ert með breach og sófa þá venjulega þarftu ekki östru líka. Og hinum megin akkurat, þær spila náttúrulega bara ekki initiator, þannig að fá þetta flash frá Omen ekki verra. En við sjáum Arena hallast hérna að A-inn í fyrsta randi. Batt reyndar búin að íta upp middi, komin hann í window, spottar mist, pingar hann eitthvað fyrir Löllufight sem ætlar að mæta með henni, nær mist á middinu og veggurinn þá komið niður, en Arena ná sæt, Spike fyrir niður og þær eru meðvitaðar að flankið gæti komið hérna. Löllufight ekki búinn að poppa skildinu sínum, vill sækja einn fyrst, poppar örugglega skjöld hérna núna til að fæta Elker. Kemst hann út og Retake hitta hérna pera með engin smoke í heaven fyrir Kate sem að nær hann nógu miklum skada til að fella Ásdísi, en Retake fellur hratt í sundur þar sem að ég sá ekki eins og hver fekk killinn hann. En nokkuð sannfærandi að teikina hjá Arena í fyrsta randi. Mjög snirtilegt rand bara. Löllufight kannski ekki alveg hana hluti af retakinu, en það líka bara vissu þau af flankinu, mundir alltaf gera það. Sko, þetta samt pínu það sem ég var að tala um. Clutch spila hana upp á retake í staðinn, en Arena Gaming, kannski akkurat það sem þú varst að tala um, spila postplant, bara, liðið, og Arena Gaming betur fyrir akkurat hérna til að byrja með. Clutch þurfa að finna klálega einhverja aðra leið til að komast inn í þetta, en Arena Gaming náttúrulega með smá kaup núna, en það greinilega smá teknileg pása, þannig að við fáum að sjá þær hoppa En nú vil ég fá spá frá þér. Hvert eru þær að fara round 2? Við erum komið graf. Já. Við erum komið graf. Sjáum hérna að enginn komið út. Nei, ótrúlegt satt, það enginn komið út eftir fyrsta round. Sko, ég myndi örugglega fara bara A aftur hérna. Sleppi þessu lurki, hafa bara vegginn uppi og hitta bara A aftur. Að vísu hef ég samt þær upplýsingar að það vera að stakka sér. Þannig að sjálfsögðu myndi ég fara, en burt frá því séð, þá var A-hittið frekar snirtilegt. Þú veist af þessu Omen flassi sem kom síðast, þú ert að fara að spila í kringum það, eða allavega búast við því. Þú veist að pushinu niður middið núna, þú veist meira hvað hitlið að gera, eða hvað Clutch að gera, þannig að ég myndi bara hitta A aftur hérna. Mér finnst það reynda að vera að spila þetta virkilega vel til að byrja með, spila hérna rólega og svo kallað default, passa bara upp á að pushið kemur ekki frá Clutch. Reyndar mjög sniðugt hérna, líka þessi smoke sem kemur hérna, mjög góður til að neyta upplýsingunum fyrir Clutch hérna, en mun ekki sjá hvort það sé að fara séð ekki, þannig að rotate ekki að koma og þær munu bara að labba inn á A hérna, frekar móts að viðstöðulaust. Mun ekki vera mikill að stöðva þær og enginn meira þess að nálagt. Kami reyndar mun pick up soundið en við fáum rotate frá öllum 5. En Spikeinn mun tikka niður að minnsta kosti 10 sekundur 15 áður en einhver von retake getur byrjað. Reyndar að sjá það hérna að Clutch eru með 5 Frenchies. Já, alla með Frenchies, það ætla virkaði fyrir þær á split. Já, sjáum hérna koma inn og eru bara teknar alla niður á 0-1. Þetta var ekki jafn gott Frenchie round á síðast, en vissulega heiðarleg tilraun og ég virði það. En oft ekkert mikið meira sem þú getur fengið út úr save roundið þegar þú gamblar vittlust en 1 kill. Já. 1 kill, allt lagi, ekki það sem þú vilt samt frá þessu, en vissunar samt finnst mér að vera óþægilega jafnar með við peninginn sem að
Arena Gaming eittu háskvísi reynda bara með sheriffin hérna. Elín satt með Elger með 5.000 credits. Mundur ekki droppa þessum Bulldog á áskvísi og fara byssu og vera með 3 byssur Bulldog og Guardian. Ég elska að þú kallar Bulldog og Guardian ekki byssur. Það er ekki annað en byssur. 3 rifla og þú áttar þig á því hvað ég meina. Já. Clutch eru hérna með 4 byssur og Bulldog, en Fatt opnar þessu umferðina, klunalegt entry inn í gras þar sem að Elger er stöðvuð og sömuleiðis fellur Sara, en sá ekki hvar. Mist Sara fyrir hérna með ágætis. Nei, Sara er ekki dauð. Sara er ekki dauð. Þarna kom það. Delulu með 2 á Cypher og Arena Gaming komast hérna inn á þetta á móti. Og Áskvís einirna á 2, en Kate tryggir minna round sem að er eiginlega þurft að vinna. Næstu búin að breyta bónusnum í round, en Kate er hetjan sem Clutch þurfa hérna. Það var óþægilega nálægt fyrir bónusround og ég held að Arena Gaming mega bara vera mjög sáttar með þetta round. Sjáum hérna peningin hjá Clutch núna, ekki fallegur peningur. Alls ekki. Eiga hérna 1 riffil á Kate, annan á Delulu og ekki mikið meira en það. Ætla að forsa hérna samt. Að forsa á 3 byssur. Eiga hérna kaup fyrir Waffly og Kate næsta round. Peningastaðan hjá Arena örlítið betri. Vá. En getur breyst ef þið tapa þessu roundi. Mist. Mögulega að fara að lappa inn í þetta hérna. Hættulegt lurkinni á Mist þar sem hún gæti tekið á móti 2 og gefið Clutch bæði byssu og smá svona glufu inn í þetta round hérna. En Mist nær Waffly hérna, býst kannski ekki við. Býst bara við henni, hún nær 2 á middinu. Býst hún við 3. Veit ekki hvort að Bats er búin að láta sjá sig, en Clutch stelpunar er að falla hérna í kringu sé og spækin er komið niður. 5 á 2. Mist með mjög flott lurkin og nær 3 á middinu og mannskapurinn bara ekki til að halda þessu sé. Þetta var bara flawless round og við erum að sjá að Omen kom með ult. Omen kom með ult, Sova og Vice 1 frá því, Breach 2 gerir ég ráð fyrir að 77% sé. Og Elger hérna á Jett 4 frá því. Eða hvað er þetta? 5 frá því? Er þetta 8 pund ult núna? Já. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Ég er bara hjáni. 4 samt hjá Clutch sem eru 1 frá ulti. Gætu fengið eitthvað hérna sem að opnar þetta round fyrir það er Cypher ulti eða KO. Gæti verið stórt hérna. En Arena ætla bara að taka þessu rólega hérna eins og þeir gerðu á móti hinu ígorandinu þeirra. Ætla ekki að láta rönna sig niður neins staðar. Waffly að sækja helling af upplýsingum hérna á miðjunni, flassa sig út og lappa bara upp á þær og klera ekki hotnistin hjá Arena. Missa 3 hérna í A-lobby og Áskvís og Mist eru 2 eftir inn á 3. Eru samt með byssur á móti 2 sheriffs og 1 classic og lítill shield allavega á Omen og engum öðrum, þannig að ættu ennþá verið í frekar góðri stuðu og eru að leita sér á réttum stað, enginn að taka á móti þeim þarna. Clutch ekki kannski að búast við að fara þessa leið. Hættulegt að skilja allir þessar byssur eftir hana, en vissulega rétt ákvörðunin, veit ekki hvort að Clutch muni
pussa inn í gegnum A til að sækja byssur munu ekki gera það og fara bara í þetta rítekin á minna kaupinu eiga hérna klóna og ekki mikið meira frá Jórunum. Áhugavert trippana. Já. Þetta eitthvað anti-updraftas tripp en smóka spækin og Waffly stikka bara hérna. Dafti drífur ekki inn í og hún fær bara stikka. Ha? Það bara ekkert að reynda að stöðva. Þetta var sérstakt Eiga Sóoltið hana nota það ekki. Spurning hvort það heyri ekki í tappinu eða hvað það var. En þetta var mjög klaufalegt ránd. Já, það sko, hún nær drónanum með, hittir dróna á einaðana en hún í raun bara fyrir þeirri sem að fór á spækin. Þannig að spurning hvort það hafi haldið að það hafi hitt hann og hún bakkar út. En allavega eitthvað miscommunication þarna á milli Arena Gaming spilarana og Clutch. Waffly byrjar hérna sterkt með Waffly komin upp, vappan. Tók mist á í gegnum Sewers. 4 ult uppi hjá Clutch og allt það freka stór ult en vappin komin inn í heaven. Ég bið til guðs að smoking kemur áður en hún píkar, gerir það. Ulti grípur ekki neitt og spækir mun koma niður. Og Waffly fer hérna á longið. Pera með 2, Elger nær back, Clutch með 3 tilbaka. Kate með 3 í þessari umferð og vá hvað þetta var eitthvað. Ég sá ekki hvað gerðist þarna hjá Waffly, hvar hún fór úr últinu sínu. Held að hafi verið á longinu og náði einum hann með shorty. Og Kate síðan bara trukkaði inn á site og tók 3. Þetta var meira það sem ég var að tala akkurat í retakein hjá Clutch sem þær eru svo góðar í en svo sem peningurinn lítur illa út ef þetta rétt fyrir Clutch. Sjáum reyndar vandalinn koma hérna í gegn fyrir löllufæt allavega og jú, það geti verið þessi peningastæði sé eitthvað vitlaus en smá. Gæti reyndar alveg verið rétt. Waffly droppar hérna byssu á Bat sem að seifaði oppan hennar. Já. Og jú, ég held að þetta sé alveg rétt. Já. Með það að Delulu sé komið með Bulldog þá á hún örugglega ekki meiri pening en þetta. Hins vegar ótrúlega góð peningastæði eitthvað inn hjá Arena hérna sem ég fatt ekki alveg hvernig þær eru að gera. Þær eru búin að tapa hérna núna 3 af síðustu 4 umferðum. Já. En það í raun eru samt, sko, þegar þær vinna, þá vinna þær frekar örugt og sérstaklega þetta ránd sem þær unnu, þannig að númer, þriðja rándi sem þær vinna, þá vinna þær með öllum á lífi. Já, og reyndar töpuðu einu rándi með 2 á lífi. Já. En sáum ekkert Væsult og ekkert Sóult síðasta rándi, spila allar á site og sáum hins að 2 ult frá, jú, það reyndar make a sense, það var KO ult. Útskýrir af hverju við sáum ekki Væsultið koma hana. En eru að leita aftur inn í áttina á oppanum sem bara að halda línu hérna. Tengir ekki mist en fær sver hellingsupplýsingar, vill kíkja hérna aftur, nær Elger. Ætlar að kíkja bara aftur. Komið 2 á longinu hérna. Og Væsultið kemur út. Kate með 2 á sherifinum. Og mist 1 á móti heiminum. Veit hérna af einum long, 2 inn á side, erfið staða. Og Clutch taka hérna fyrst skipti í þessu leik fóristu með 4. rándinu sínu. Ok, ég tala frekar oft það að mér finnst flestar ekki vera að nýta ultin sín nóg mikið og ekki vera að nota þið nóg oft þegar þau fá það upp og svona. En var þetta rétt staðinu til að nota Væsultið? Já,
Það dóu 2 eftir að nota það. Já, þú veist, þú ert samt Þú ert að taka oppan af longinu. Það eru 2 búnar að deyja þegar þú notar það. En ef þú notar aldrei ulti í góðri stöðu þá myndu aldrei ulta í leik sem þú ert að tapa. Þú veist, ég er að reyna að segja að þetta hafi verið slæmstaða, þar sem að Vofli var búinn að ná 2 eða Lullified, ég sá það ekki nákvæmlega hver, að allan að Klöts var búinn að ná 2 af Arena Gaming þegar Væsvold kemur út. Já, en það er svolítið bara, þú verður að vinna round og getur ekki sitja á þessu ulti. Þetta var ekki slæmt ult. Kate með nær 2 manna á Sheriff. Þær vita af 3 í kringum A og þær eru að búa til fights þar sem þeir geta sett hennar leik í annarkvort 3v3 eða 3v2 með því að nota ultið hana. Þannig að alltaf rétt ult bara ger ekki ráð fyrir þessum svakalega Sheriff hana ofan á kassanum. Það er erfitt að búast við því að Sheriffinn komið alltaf í gegn. Þannig að þær eru að koma sér upp hérna. Jetnývan er kannski ekki alveg það sem þú vilt nota í að eðalega fáum örgulega sóa dartina. Nei, lappar bara í darti til að skemma. Áhugavert. Engin smoke í garage þar sem að Kate fæ bara fritt pikkan í gegn og setja sig bara upp fyrir retake hérna. Eiga Sova ult til að stila postplantið en Sova er bara inn á side strax. Kate með 3 og round er bara búið. Arena átti lítið inn í þetta round. Mjög gott retake bara það. Koma sér fyrir vel og tryggja sér bara 5. roundið sitt hérna. Þetta er pínu það sem við sáum síðast. Arena Gaming fór vel að stað, náðu sér í 3 rounds, alveg vel snemma. Og Klöts vann síðan 13-3. Eru að fara að sjá sama leik aftur eða er Arena Gaming með einhver svör? Maður spessi. Núna veit ég ekki alveg hver hugsunin á bakvið þetta tripp er 3. skipti í röð því það hefur aldrei verið uppdraftassað inn á site. Þannig hún setur þetta counter trippana þegar það er aldrei að fara að nýtast. Og ætti að vera búin að sjá það núna. Svakalega doppelsvingana, ennþá svakalegra skot frá Lullified. En treytið kom strax og síðan kom bara annað treyt beint tilbaka og bara aftur komin á rate 0 hérna hjá Arena. 3 á 4. Og þær eru bara allar samansatnar í kringum B-ið með oppin á Vofli komin djúft niður af, heldur mjög aggressífli í línu. Keion hefur hérna spottar 1 og Smoking kemur strax eftir. Ætla að gera sér líklega til að enda hérna. Dartið spottar eitthvað flassi með snirtilegt jútil hérna. Batsand með 1 baksíðis. Áskvís með dreitið beinta eftir 2 á 2. Vofli á oppanum. Ekki vopnið sem þú vera með þú þarf að retaka en Delulu komin hérna í bakið á Áskvís og Sara 30 health 1 á 2. Cypher úti kemur hérna. Ég hefði viljað sjá þetta operate skot. Já. En Vofli klárar þetta round örugglega fyrir Klöts sem eru komnar í 6-3 stöðu eftir að Arena Gaming var komin í 3-1, eru búin að tapa núna, já, eða 3-2. Ég held að það hefur verið 3-1. Það var hérna 5 roundir í röð. Já, 3-1. Já, einmitt. Kviknaði hérna eldur í liði Klöts sem að Arena bráðnauðsynlega þurfa að fara að slökkva í. Hringja í slökkvistöðina. Þetta er alltaf sama sagan hjá Klöts. Það byrja fyrir eitthvað hægt, koma sér, tapa fyrstu roundunum, koma sér síðan bara allt í einu á stað og bara draga leikinn heim. En við erum að sjá sérstakt uppsendingu hérna hjá Arena Gaming. Það ætla að koma hérna öll saman inn og virkar. Stönnið er flott og Lullified fær ekki eftir sjens nota skjöldu sinn. Elkar hérna eina á komið með byssu. Og sjáum Spikey bara fara niður hérna. Spurning hvort að þau gera eitthvað með þessu Sóvolti núna. Þvinga eitthvað play. Búin að eiga hann aðeins of lengi.
fara eina 3 meinið, reyndar kemur Pera aftur inn og tekin af þessum operator og þær eru bara komnar allar offside. Áskvís komin inn að reynir að fara í baki á þeim en hugsanlega bara oflítið og seint þar sem spækin bara stikkaður og það bara... Eða hvað? Náði hann ekki til Náði 2. Jú, náði þetta fjúsa. Jú, hún kláraði þetta fjósi. Ég heyrði það ekki. En Clutch ná einhvern veginn að klára þetta svo nálægt í Barasar og Áskvís náði þremanna í endan bara ekki réttu þrem en sitja á sóvavolti hérna síðan í round 4. En skemmtilegt graf. Já, sjáum hérna líka að Omen búinn að hafa ultið sitt síðustu 10 mínútur að Kate svo sem kannski ekki það aðeins erfiðar að nota influential ult þarft ekkert endilega að nota það spottuð hann af drónanum og TPA bara út, enginn að spila inn á A-síðu hendir hann að TP og ætlar að taka nýja línu en Arena eru bara farnar gera eina insert play með mist, skilja hana bara eftir í Suer gæti valdið smá skaða hérna ef þeir opna fyrir hana A-sætið en mjög góður hnífur hana sem að spottar mist og þær vita núna af henni vita hvað playið er og Kate opnar þessu umferðina mínútu inn nær Erkir í garage spækin komin inn á C og mun fara niður 3 í plantinu og þær ætla bara K-ult og keira á þetta retake flassið frá Omen gott Áskvís með 2 inn í garage Áskvís með 3 en ekki nóg og mist hérna 1 eftir og ekki með línu á spækinu hérna þar sem að Bat bara stikkar 3. stikkið frá Clutch í þessum leik með leikmann Arena Gaming svo lifandi eitthvað ekki að klikka hjá Arena þar sem að stanslust eru leikmenn að spila langt í burtu eða fara í play sem þeir hafi ekki tíma fyrir Clutch líka bara gríðarlega góður í þessu koma í retake taka allt plásið á sætinu íta í rauninu leikmönnum út og þær þurfa að ákveða eru að koma aftur inn en þær eru bara ekki með utility í það þannig að þær þurfa oftast að lenda í því að bara spila frekar hart á móti en við erum að sjá allt öðru þessi playstyle hérna Bat komið mjög djúpt Bat komið ótrúlega djúpt nær en að smeyja sig frá Breach aftershockinu Smoking kemur hann alltaf bjarga henni en hún vill blóð, hún ítir bara áfram og eru að rýna að búast við þessu Lullified og Bat báðar bara hérna ætla bara að þrýsta í baki á þeim Waffly bara kom með aggressífa línu hérna á A-lobby enginn getur verið þar það eru 4 inn í kringu séð Kate fær info hérna á 1 allavega á middinu sá ekki neitt samt Planti kemur niður og Clutch klálega heyri í þessu Kate nær að taka Erkur hana sem ætlaði að pussa í gegnum Smokin spurning hvort það var sniðu hugmynd en allavega örugg með sig og núna sjáum við Lullified og Waffly nær mistinni að Link klárlega rétt að hugsunum að reyna að taka meira space hérna í postbondinu en eitthvað ekki samtaka í því og Lullified nær hérna Áskvís í ultinu en flott skot frá Söru og Waffly stikkar hérna með cageinu frá Delulu og við stefnum í 9-3 helmingina eins og báðir leikinir hjá þessum liðum síðast fóru í 9-3 helming og við vitum það alveg bæði þessi lið finnst betra að vera á attackerhelming þær velja attackerhelming oftast til að byrja á en og já Mér finnst það leiðilegt en ég er eiginlega að sjá sömu sögu og við sáum fyrir
mánuði síðan núna. Arena Gaming þarf að breyta til. Það þarf að gerast eitthvað nýtt, það þarf að koma eitthvað öðru sig upp til að við getum fundið leið aftur inn í leikinn. Clutch mega ekki rúlla svona langt með þetta. Ég væri til í að sjá Arena taka meiri áhættur saman. Eins og í síðasta rándi, þegar Elín og Mist, Elger og Mist segi íttu aðeins lengra hana að fá Initiator Utility með sér, fá Söru, fá Áskvísana til að hjálpa. En einhver veginn mjög ósamstíga hana sýnist við vera með einhver hugsanlega tæknivandamáluna þar sem Lullified er mjög högtandi starrandi á veggan eitthvað. Já. Inn í miðju rándi samt sem er bara óheppilegt fyrir þær. Hugsanlega eitthvað sem að Komin aftur á stað? Komin aftur á stað, já. Jú. Guð hefur hugsanlega heyrt bænir að rýna eina afting tölvuna hjá Lullified. En hún er komin aftur og það er alltaf bara að keyra á aðeina. Elín, Elger, Elger eininn að taka á móti þeim. Nær, Waffly, tekið niður í 8 samt og endriði verður hérna mjög hægt, verður samt að gerast, hafa ekki tíma í rótiti hérna og allt að rýna liðið er bara komið til að taka á móti þeim. Sara með 3 til Ultimate. Lullified eininn á móti 4. 25 HP, 20 HP minna ég. Og við erum ekki að horfa á sama leik. Hanna kom það, Arena Gaming fann round í seinni helming loksins. Það tók 3 möpp, en við erum mætt í það og þá meina ég ekki 3 möpp í kvöld, ég meina 3 möpp síðasta mánuðin. En þarna kom loksins svarið virkilega vel spilað hjá Arena Gaming og Elgur spilaði þetta virkilega vel, náði hérna einni og hélt síðan bara áfram að skjóta niður smókið. Clutch ekki alveg ná ákveðnar hann að missa fyrsta mannin, fá smoke í sig og ákveða að stíga tilbaka í staðinn fyrir að stíga bara inn á site og taka á móti. Já. Annað pistolhandina sem að Arena vinnur. Greinilega ekki sterkasta lið Clutch á þessum mappi. Kate, eitthvað hérna furðulegum hreyfingum. Spurning hvort við séum að fá annað tech-pós hérna. Sýnist það, það er allan að er frosin klukkan hjá okkur. Frosin klukkan og enginn að hreyfast. Allavega á defender side. Þannig að mér finnst líklegt að þetta sé annað tech-pós. En við sjáum bara til. Já, þetta er komið aftur á stað. Klukkan byrjaði að tifa hérna niður og Hera hérna að fara að wallbanga middið sýnist mér með Guardianum. Hann finnur engan þar sem að allt lið Clutch er staðsetinn í C-lobby. er staðurinn til að keyra með Frenzies. Mér líður eins og það getur bara verið spreyðað niður en það spila þetta virkilega vel með smoke hérna upp. Reyndar Omen Smoke sem er á móti hérna. Keyra inn, alltaf núna. Mist flassar hana Peru en stönnið er sterkt. Mist næst ekki að hitta neittnana og Frenzy hennar ætla að virka inn í annað skiptið. Það virkuðu náttúrulega ekki á það. Nei, en virkuðu samt í síðustu viðureign. Og Elgur getur komið hérna tilbaka nær 2, er 1 á móti 2, er með mögulegan tekur bulldogið upp og er bara tekið niður Delulu með headshoti til að bjarga rándinu. Virkilega vel spilað og ná að grípa hana 2 byssur. Clutch kemst í 10-4, mjög mikilvæg. Annað gull fallegt Frenzy round frá Clutch. Hvað er það með Frenzy? Nú finnst mér það ekki vera skemmtileg byssa að nota mér, skoti mín fara hérna 50 metrar til hægri þegar ég reyna að skjóta eitthvað, sko. Já, ég bara veit það ekki. Þú er bara sammála mér, þú veist ekkert hvað er í gangi. Ég hef aldrei keypt þessa byssu, held ég. Þannig að þú veist, þetta er bara eitthvað svona persónulegt uppáhald bara, held ég. Áskvísir enda kom inn á Frenzy-ina líka. En
Það ætla bara að labba upp aðeina. Munu hins vegar lenda inn í Cypher-drippinu. Pera tekur smá píkina. Lullify tekin niður í 0 og nix. Og right-klikki á sem klassík stórhættulegt þegar svona low. Jó. Það ætla bara að keyra henni út. Batt með einn. Allir svarar. Já, Er þetta ástæðan fyrir að þetta er kaupa ástæðan fyrir að kaupa Frenzy. Áskist að sína okkur það hér. Það er pussað hérna bara inn á móti. Það ætla bara að taka fætið. Já, það er svona alltaf spike niður í spáninu. Eiga spækinin að víranir ná hellingsskaða á Kate en ná að grípa spækinn og Pera kemst inn í spónið, hendur út flassi og spækinn fer í áttina sé. Núna komast hérna alla leiðina á sí og byrja plantið. Arena Gaming þurfa að koma hérna inn á þetta og þær eru ekki með vissunar í þetta. Pera vissulega með vandalegin Elgur með Sheriff en það er engin skjöldur á þeim. Klötz er bara búinn að keyra í séti hérna og ætla bara að spila postplantið þaðan. Veit ekki Já, þær eru hvort að það sé að fara að býta þær í rassi. Þær eru með Jóru-típið þannig inn á site. Fake TP, smoke á spæknum og Áskís bara með tóina og Elgur stikka bara spækin. Við vorum bara að sjá Arena Gaming spila Klötz planið og láta það virka. Virkilega vel gert hjá Arena Gaming, koma sér aftur tilbaka hérna inn í leikinn. Við erum að sjá hérna Thrifty fram og tilbaka og já, Arena Gaming allavega mun skárra heldur en það er strax bara allt eiginlega. Allt annað líf bara, en komið últjan á Jórunum, sjáum það á grafinu, en bara sér upp í höndunum ánum. Elger bara kemur henni upp og nær honum, en nær henni þannig að við sjáum ekki Jóru-ult í þessu rándi. Sova últið að reyna að finna eitthvað, en finnur ekki Lullify sem hoppar hann yfir það. Já, það er ein leið til að dodga Sova ult. Ekki alltaf hægt, en skemmtilegt crouch jump hana. En þær hafa bara kött af noise-ina á aðinu. Elger heyrir hins vegar í þessari myndavélin að vita ennþá að einhverjum spilurum hana og Sova-dartið spottar engan en er skotið. Sjá líka einn á shortinu, vita að það eru tveir ennþá á aðinu. Vita að þær eru líklegast ennþá að hallast í áttina þess að Shotdart finna engan og þær eru bara að hlaupa í burtu. Elín ætti að heyra í þessu hlaupi og við ættum að sjá rotate koma fyrir en það er að koma. Sýnst þær ekki að hafa heyrt þetta. Gæti verið að hún hafi rétt og ekki heyrt það. Kemur þetta samt inn, Omen Smoky lætur að vita og þær ráðast hérna inn eða hvað? Vírar, hellingur af vírum hérna á vesinni en Kate teleport bara inn, spækinn liggur. Lítill tími í þessari umferð til að gera eitthvað. Spækinn fer samt niður, Áskís með einn, Delulu svarar. Elger ein hérna á 2. Er þetta ránd ekki búið? Jú, það ránd kláraði. Já, hún náði ekki að planta. Nei. Spækið fjall tvísvar frá höndum Klötz þarna og Arena Gaming. Eina sem að þurfti að gera var að bíða og leyfa klukkunni að líða. Mér fannst líka svo skrítið okkur Elger var stopp í garage. Já. Hún bara stoppaði hana og ég fattaði ekki of hverju en það útskýrist frekar vel þegar ég átti mig á því að það var ekki plantað. Það var spækinn að detta í annað skiptið. En Arena Gaming koma sér sterkt inn í hérna seinni helming. Defender side klálega pínu skemmtilegar en þær vilja og komnar byssur inn á þær spotta væsina sem er búið að færa yfir á aðeina og ætla samt að góða þetta svakalegt típi hérna hjá Kate sem nær einum og kemst í burtu en
Lullafied að grípa 2 á móti, komast inn á side og núna góður í stöðu, hvernig truflaði þetta? Það koma hérna inn, nei, tekinn út, engin hnífar leifðir hér og ætlar að reyna að hlaupa inn á sæti. Og sko tengir ekki neitt og Isolti hérna ætlar að klára þetta round bara. Gerir það? Tæp umferð, búin að sjá marga tæpar umferðir hérna, sáum reyndar ekki alla umferðina hérna. Nei, við þurfum ekki að sjá alla umferðina, við klálega heyrum hvað gerist, en Clutch komnar í 11-6, orðin hættuleg staða núna fyrir Arena Gaming sem eru með lítinn pening, að það kemur pínu óvart, en svo sem hafa verið að tapa smá. Lítill bufferinn hérna sem Arena eiga eftir í þessum leik, mega ekki tapa mörgum umferðum, verður svo erfitt að vinna þetta. Þannig að sjáum hvað þeir ætla að gera með þessum minni byssum. Mist sækir upplýsingar inn á middinu, skjóta flassi hennar og hugsanlega hefur það hrætt þær frá síðuna sem þeir ætla bara að byrja að færa sig áttin aðeinu. Elgar með Þetta er opið smá grunina er að vinna sem eins konar cyphermyndavél í sama stakk og Clutch gerði en að áður heyrir í utilinu, ætti að heyri í þessum smók og Kola rótið hérna. Spike'i fer niður, mjög opið plant líka. Spike planted. Og nú þurfum við að sjá mjög eiginlega bara kraftaverk frá hérna Arena. Þær vilja ná þessu ríteki, lenda hérna allar 5 í Omen-flassi og Lullafied tekur bara 3, ætla bara að sækja hennan Ace. Og það er Ace. Og þetta var líka fallegt. Ace nær hérna fullt af headshotum, gerir þetta bara hreint og vel. Lullafied fá fyrsta Ace-ið hérna á kvöldinu og Clutch komnar í match point. Arena Gaming þurfa núna að finna 6 rounds í röð ef þær vilja komast í overtime og ekki allt og mikla líka kannski á því, en við erum að hoppa inn í þetta round. Eru allan með byssunar núna til að taka þennan barda hérna og mér sýnist að vera kannski byrja hérna mitt eða hvað. Nei, Clutch vil ég ekki mæta á móti og ætla að spila bara virkilega rólega. Ég er að reyna að bíða eftir einhverju infói, sýnst mér. Vil ég að sjá hvort að einhver sé að fara að mæta þeim hérna, en að lappa rólega af stað yfir á æð sem að Arena Gaming er að færa sig frá. Spurning hvort að Keio-hnífurinn hafi náða bara gappað einhvern veginn, en núna Mist tekur eftir þeim og þá kemur hlaupið inn. Hún má ekki gera neitt og hún bara deyr í sprengjunni. Gríðarlega vel notað util hjá Bat. Ótrúlega flott líka ISO hérna undercuttana sem að slekkur á öllu Vice utilinu. Nýja buffið hans. Og Kate er bara komin inn upp í heaven, nær áskvís og ítir niður. Ekki nóg í tankinu til að ná Peru líka, en liðsfélagar eftir til að klára það og map 1 13-6 fyrir Clutch. Já, ég er bara glaður að við sáum allavega 13-6. Ég spáði stórum sigri Clutch. Þetta er, já, jafnara en spáin mín var. Og sjáum hérna Kate og Lullafied með frábæran leik, báðar 2 móti Áskvís og Sara virkilega flottar og aðrar svona voru að spila reyndar 21 assist á Bat sem Keio tækir gríðarlega mikið. 4 first blood líka. Já. Það er freka brenglu tölfræðin. Já, það hljómar eins og hún sé fyrst inn og samt er hún alltaf öftust til að gefa assist eða þá hún er bara færði assist fyrir að gera bara mikið damage og einhver annar klárar. 50 damage þá færði assist. 50 damage. En síðan færði hún var kannski bara damage að frekar mikið. Síðan færði líka assist ef hann er suppressaður, þannig ef hún últar
og þau fá snirtilegt retake, 5 manna retake, þá er það bara 5 assist. Jú. Þannig að þú veist, það er svo sem ekkert það erfitt að fá assist á sumum. Þetta er eins og að fá assist á Brimstone og fá assist á KO. Það er ekki erfitt. Nei, en það er samt skemmtileg tölfræði og bara gaman að sjá KO vera að nota svona vel. Þessi ult voru virkilega mikilvæg og spurning hvernig næsta map fer. En já. Förum hérna í bind mappick hjá Arena. Hérna Klöts byrja í attack. Sjáum örgulega mjög svipuð komp og við höfum bara alltaf séð frá þessum tveim liðum á þessum uppum. Spurning hvort að Klöts ætla að vinna Pistolland í þessu leik. Virðast ekki þurfa þess, en alltaf ágætis byrjun á alla leikina hérna. Já, það er bara Klöts vilja ekki vinna Pistolland. Það er bara hvernig þeirra leikir hafa alltaf farið og það er bara skemmtilegt að sjá hvernig það er einhvern veginn alltaf missa eitthvað pínu frá sér hann til að byrja með og síðan bara kveikja einhvern veginn í einhverjum eldi og bara hlaupa með þetta en þarna loksins bara vill ég segja að einhver náða að stoppa þér á miðri leið. Þær komast ekki alla leið eftir að hafa byrjað að vinna þarna 5, 6, 7, 8 rounds í röð, þá var síðan loksins stoppaðir í seinni helmingnum og Arena Gaming klálega með betri svör núna í gegnum leikinn heldur en það sem við höfum verið að sjá og ég held að Bind verði bara gríðarlega spennandi map. Já, ég býst ekki við öðru en við ætlum að taka okkur örstutta pásu, leyfa liðunum að fá sér vatn, fá sér Red Bull, aðeins að hlaða orkunni og snúum aftur eftir örugglega 10 mínútur. Þannig að sjáumst rétt síðar. Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is
Góða kvöldi og velkomin aftur. Ég heiti Daniel og við erum hérna í úrslitunum á Mílu-deildinni. Með mér Bróskallinn. Já, sæll og blessaður aftur. Við fórum fram og vorum að skemmta okkur aðeins. Skemmtilegu leikur í gangi hérna hjá Leo og ég gekk reyndar ekkert eitthvað rosalega vel en ég held ég hafi náð topp 20 af 30 spilurum. Ég gat ekki tekið þátt, en það hefði verið ofauðvelt hvort þér. Já, klálega. En það er allavega mjög gaman hjá okkur. Mjög mikið stuð hérna niður í Arena. Við erum að fara inn í annað mapp, Bind. Fyrsta mapp fór 13-6, mapp ekki hjá Klöts líka og sigruðu það bara frekar örugglega. Arena áttu góð rándana en áttu samt ekki breyk í mappið. En nei, líka eins og við sögðum mjög sterkt mapp hjá Klöts, þannig að þetta var samt já, ég veit það ekki, sko. Það var pushback. Þetta er alltaf sama saga. Staðar. Pushbackið til staðar. Það er líf í Arena og það er eiga lökka inn í þetta. Og við vorum frammi, við sáum stelpunar, þær eru kátar. Þær eru ekki búin að missa haus, þannig að þær fara bara spenntar inn í leik 2, örugglega. Og sömuleiðis með stelpunar í Klöts. Það eru líka stelpur sem eru held ég langt flest að vana því að vera í úrslitum og allavega að spila í undanúrslitum og einhverju slíku. Þetta er bara gaman. Já, þetta er bara gaman hjá þeim og ég er reynda vissulega að vona að þær vinni núna næsta mapp sem að Bind pikkað af Arena Gaming eins og við tölum og Attackersite er valið af Klöts eins og þær elska að gera. Bind virkilega skemmtilegt mapp þar sem að sjáum oft svona kannski aðeins öðruvísi stöður myndast heldur en öðrum mappum út af þessum teleportum sem á mappinu til að búa til þetta rotation en nú séu þið vera að byrja að taka upp hennan nýja Red Bull. Spurning hvort þú viljir ekki fá þig bara sopa og prófa. Hvað er Woodruff? Eins og þeir í CS-inu kalliðu eitthvað sem þú ferð út í skó og sópar upp. Já, þetta hljómar svolítið það. Hljómar svolítið það. Rosa grapefrukt. Já. Fæ ég þá ekki kaldan hjá þeirra? Þessi er ekki rosalega kaldur. Já, hafðu hennan bara á borðinu með þér. Grípum einn ískaldan handa þér. Þetta hlýtur að vera gott, eða ekki? Er ekki allir Red Bullar góðir, eða? Er það ekki svona venjan, eða? Jú. Allir Red Bullar eru góðir. Þeir eru bara misgóðir. Þeir eru misgóðir? Misgóðir. Myndirðu setja hennan ofalega persónulega, svona áður en í smakka hann? Á Red Bull listan mínum hann örugglega í svona botn 3 en Nú. Já, sko, ok, ef við förum yfir listan þessi bleiki var góður, sko. Já, sko Pink Edition var mjög fín en það er topp 3 hjá mér náttúrulega bara Juneberry og nei, nú ferður þér að smaka þannig að ég ætla að taka pásu. Hvað er þessi svipur? Hvað segir þetta er? Þetta er svipurinn sem er að nátt sig á því hvað er að fara upp í mig. Mér fannst þetta nefnilega að minna mig pínu á gamla collab blóma tegundina. Já, ég hef náttúrulega aldrei smakkað góðan collab þannig að það boðar ekki gott, sko. Nei. Núna minn collab aldrei sponsor Aldrei sponsor þessu deil. Ég ætla reyndar að vera ósamlegur. Það er til góðu collab en þeir eru ekki jafn stuður og Red Bull en þetta er, já, þessi er ekki ofalega á listanum mínum en það eru svo margir góðir Red Bulls til að það er sko dökkrauði jóla editionið og það minnir mig á fjólubláa svalan sem var til hérna fyrir mjög mörgum árum. Var hann ekki grapefruit? Ekki hugmynd. Þú veist, vínber eða grapefruit eða eitthvað fjólublátt bara. Já, eitthvað fjólublátt. Alveg svo þetta er eitthvað fjólublátt bara. Þetta er fjólublátt bræðir. Slæmt. Nei, við vorum að segja þetta. Allir Red Bulls eru góðir, þeir eru bara misgóðir. En ég held að við séum bara tilbúinir að hoppa yfir í næsta leik og ég held að það séu allir bara rosa spenntir eftir að komast í næsta leik þannig að við hoppum hérna yfir á Agent Select og það er nýr spilari. Skipting, Cloud here in and Delulu out. Þetta er af því að þær eru að fara að spila race, ekki satt?
Jú, það einfallega bara það. Lullified fer þá af ISO-unum, hoppar á Sentinel-rólið hjá Delulu. Þetta mjög svona fluid skipting hérna. Mjög fallegt að sjá það. Já. Bæði lið að spila austru. Ég samt að sjá Breach Theo á Arena Gaming og með þess að þjálfari Klöts var að tala að þetta væri mjög sterkir agents. Af hverju eru þá Klöts ekki að spila þetta kombo? Af því að ég held að Klöts hati initiatora. Já, það er bara flóknar bara svoleiðis. Jú, ok, það spiluðu KO í síðasta leik. Já, bara fyrsti initiator þeirra bara í örgulega. Já, og það er líka bara fyrsti KO á þessu mappi. Já. Nei, á þessu móti. Já. Þannig að ef það er ætla að spila initiator þá er eins gott að engin annar spila. Ég held að það sé bara eitthvað svona vera öðruvísi, held ég, kannski. Eða að þær vilja ekki spila hefðbundin leik, kannski frekar orða, kannski asnalegt að segja að þær vilja vera öðruvísi. Það er meira það hérna að þær vilja ekki spila hefðbundin Valorant. Já, það er svona ákveðin stíll finnst mér að vera alltaf að vera svona ekki þessi klassíski og eitthvað en það gerir þetta gríðarlega vel og það gerir það í rauninni engin betur nema kannski mögulega Fnatic sem eru held ég frekar þekktir fyrir það að spila pínu öðru sér líka en Fnatic? Já, allavega var ég búinn að heyra það. Ég var búinn að heyra það. Ég fylgjast ekki nógu vel með ekki. Venjulega þegar maður hugsar prólið sem spilar öðruvísi þá fara flestir Paper X sko. Já, Paper X, já. En jú, Fnatic að vísu líka bara flestu öll kýmversku liðin. Já, ég er reyndar ekki búin að vera aflokuð meta sem myndast í læstum serverum Kína. Já. Þannig að, já. Maður sér það reyndar eiginlega í öllum leikjum að asíski og vesturlenski svona austur og vesturlenski svona spilahátturinn er aldrei eins. Nei, það er og mun aldrei vera það sko. Nei, ef við fáum að hoppa inn í leikinn og eins og við tölum þá er ekki Klöts? Jú, Klöts eru í attack. Jú, já, það er bara er að hallast inn að 4 í áttina við sjáus, taka 2 á móti. Þetta verður blóðbað sem við fáum ekki að sjá. Já, 2 fyrir 2 og A-sætið opið 3-3 í randinu. Lullified Waffly Kate spækið fyrir niður hjá Triple. Stun Mollianir koman inn og neitið. Hellingur af Util finnur ekki neitt nema smá skaða á Kate sem að Sara spottar hana hlaup í burtu. Vita ekki af Jórunum á sæt en finna hann samt sem áður ekki tilbúin fyrir doubleswingina. Kate samt með 4 í randinu og Lullified hreinsar þetta upp. Ekkert ace fyrir tímetiðin sinn. Það er loksins vinna fyrsta pistolrandi. Já. Heldur við séum reynar að smá pása en það er lagað held ég en það er sem sagt Klöts var að vinna fyrsta rándið. Það er öfugt hjá okkur eins og er. Já. Lögum það snöggvast en já, ná loksins fyrsta rándinni. Já, smá hana gambúl sem fór illa hjá Arena þar sem það er pussa 2 sjáur svona hvort það hafi verið fyrir orb eða hvað veit ég ekki en við erum að restarta overlegin okkar reyna fá þetta allt rétt, fá inn réttar últölur og svo fleira. Já. Við ætlum bara að snúa aftur í smá myndaðurnar aftur. Grímunar á okkur. Já, fólki elskar að horfa á okkur. Eða ekki? Það er allavega Jú, það hlýtur að vera. Já, það er allavega búin að sjá nóg af okkur núna í þessari deild sem að, já, ég verð að segja að kemur mér allavega pínu óvart. Meira af þér heldur en mér reyndar, en ég bjóst ekki við því að vera svona mikið hérna. Nei, en þegar aðal kasterar senunar eru eitthvað veginn rosalega miklir, rosalega involved í liðum líka, þá
Það er lendir það á þriðja í stingling að taka allt. Já, þetta er búið að vera greiðlega gaman samt og Við erum búin að vera hérna 4-5 standavörðin. Ég, þú, Jón, Leo, Jón, Leo, Noel Noel, hver annar? tók mist. Ég man Útsendingu. það ekki, maður. Ég ætla að sko, ég er bara búinn að taka, ég er búinn að taka útsendingun með þér, Leo og Jóninga. Þannig að ég er allavega búinn að fá að skemmta mér hérna á borðinu og Já, þetta gera alls konar. búið að vera gaman hérna hjá okkur í vor og Já, það mun trúlega halda áfram að vera gaman inn í opnudeildina. Verða ekki jafn margar útsendingar reyndar, verður meira bara svona spilað já, til indis. það þýðir bara að við viljum fá þeir sem eru heima að leika sér, úst, ef þú ert svona involved í liðinu þegar það kemur svona opnu deildinni og eitthvað, ég held að hún verður náttúrulega ekki alveg jafn stór og þessi er, þó að verða kannski fleiri lið. Já, verða fleiri lið. Já, það er kannski verðlaun og útsendingin og eitthvað svona. Það er ekki alveg, kringu það. já, nákvæmlega, það er ekki alveg jafn mikið vinna í kringu það. Þannig að fólki sem er að vinna í þessum liðum bara hoppa í það að streyma sjálf, lýsa heima, sýna hvað talent er til og síðan pikkum við ykkur bara upp af því að við elskum að fá nýtt fólk til okkar, en það er búið að laga þetta blessaða óralegi okkar sem er gullfallegt og við fengum lóksins inn og við erum að fara inn í ránd Bangsi! Bangsi mann að öskra Bangsi. Clip that and ship it eða eitthvað, ég veit það ekki. En við sjáum smá gambúlina frá Arena, þar sem þær eru 5 staðsettar á bíðinu. Spækin í leiðinni í aðra átt. Líklegast mörgum til sárs, en gæti verið frekar hægt executíana, erfitt að sækja infóið með því kompis úr með, þannig að þær þurfa að taka þessu örlítið rólega áður en þær hard execka hérna og komast að því að það er enginn á síðunni og spæki fyrir niður og rótiti fer í gangi hérna. Enginn búinn að færa sig þrátt fyrir að 40 sekundur búin á rándinu og ekkert búinn að sjá bíinu, en Elker fellur hérna fyrst, CT fyrir Stingernum en að Lullified. Áskví spinnurinn einn, en Kate svarar með 2, Claudia með Söru, mist einin eftir, Lullified og Waffly ætla að taka hana hérna saman held ég, eða nei, fellur ein, en lítið inn í þessa umferð, bara með Sheriffinn, ekkert cover. Við erum ekki búin að sjá þessi gambúlu vera að virka. Það er einhvern veginn velja annarkvort ekki réttasæt eða þegar það velja réttasæt þá kemur smá info fyrir þær sem eru akkurat að koma í attacker og þau bara færa sig. En það er samt, þetta er alltaf gott plan að gera gott gambúl af því að ef þetta virkar þá ertu að vinna virkilega mikilvægt ránd í IK-rándinu, en núna Clutch komnar í freka góða stuðu hérna, eru reyndar með eina Stinger sem að getur reyndar að vera stórhættuleg byssa. Spila hérna bónusinn með einni forsaðari byssu líka. Claudia hérna ætla bara að kaupa og spila líklegast minni byssu ef að þetta ránd fyrir illa. En færi sig hérna í áttina að B-inu, Executive kemur inn, Pera með Waffly inn á side, Bækin fyrir niður en stikkar ekki plantið. Áskvís með 1 svar með Kate, svarar hann með áskvísi 2 á 3, Spækin liggur inn á side, Batt bara með Stinger, næsir inn í stærri byssu, sér mist CT og Spækin mun fara niður. Smókin hérna, byssan potar út úr honum og að reyna að ná hérna að vinna gegn bónusnum.
Já, mjög mikilvægt round og sérstaklega ef að þetta var forsuð byssa að sjá hérna. Já, sjáum hérna að Cloudy hafa engan pening inn í kaup bærandið hérna hjá Clutch, 3 litli skildi líka. Cloudy ætla bara að fara í Stinger og full shield og sá að Elger keypti Outlaw'an í smástund, hætti við, væri til í að sjá hann kaupa hann aftur. Hún gerir það og gæti verið mjög stór byssa í þessari umferð. Búin að staðsetja hann á B-inu, heldur línunni B-long en lið Clutch hallast meiri í áttina en að aðeinu. Reyndar geima spækin hana í market, þannig að mjög greinilega ekki búin að ákveða, ætla að sækja info áður en þau exeka annarkvort sætið og mist næri hana batt með flottu CC og Outlaw'in er að skila sínu. Neitið ekki nóg gott til að ná og Cloudy smá tunnel visionu að ná á Elger föst í köpíinu að áskvísverð frekar gefins killana. Já, virkilega vel spila hjá Arena Gaming, koma sér aftur inn í þetta og eru bara með frekar örugt round. Sáum reyndar svipað play hjá þeim áðan þar sem að þetta var orðið frekar þeirra megin til að byrja með og Clutch þurfti að svona klóra sig aftur inn í leikinn en Clutch er reynda að byrja á pisturándinu og núna Arena Gaming samt einhvern veginn alltaf ná einhverjum rándum til að byrja með, koma sér inn í leikinn og missa síðan einhvern veginn eitt fótspor og detta út en ekkert meira að fara að gerast þetta í þessu rándi þessum að Clutch bíða bara í spóninu sínu, sjá hvort að einhverju pussi upp og þó að Arena Gaming leita eitthvað held ég að þeir fari aldrei það langt. Sjáum tíminn búinn og 2-2 staðan í þessum gríðarlega spennandi leik. Arena Gaming að koma sér virkilega vel inn og Elgur er náttúrulega ennþá með hann Outlaw. Spurning hvernig ennþá til Outlaw'in en ekki margir half-shields hjá hliðinni á Clutch. Ætla að forsa hérna annar round. Waffly á light shield, vita af þessum Outlaw og ætla að spila skildi í kringu það. En sjáum það reyna að færa mist yfir á B-ið og færa bara alla á milli, mist og Pera og farna yfir á B-ið og rest komin á A en Clutch hérna hallast meira að B-inu í þessu rándi, reyna að taka húkakontról þar sem að mist er contesta bara framalega. Jórúlti hins vegar cleara side, mist samt bara trukka yfir sig hérna í törnaflassið líka og nær þriðja. Mjög gott randinn hjá mist sem skilur batt eftir eina þar sem hún er komin djúpt inn í elbow með spækin í höndum, gæti ef hún nær söru hérna fært sig yfir á A-ið en á ekki mikið inn í þetta rand. Lokuð þarna inn í horninu núna, ekki líklegt að hún komist eitthvað nær hlána stönninu en lappar ekki út á reynum tíma, er að leita sér einhverju leit hérna. Skemmtilegu smók sem hún hendir hana en ekki nóg þar sem það eru tvær hana við hliðina á henni. Líka bara sleppir smóknum strax og næri ekki að pikka upp byssuna sín sem er tímalega og bara lendir akkurat í þessu. Þær voru kannski líka bara að sjá þessa gönguleið sem hún bjóð til með þessu smóks en Arena Gaming komin aftur í 3-2, sama saga og við sáum áðan nema aðeins öðruvísi spilið út í þetta skipti. Það er bangsiðin aftur til að ég verð að fara að spila meira svo ég fá þetta. Ég er ekki að spila nóg mikið. Færðu þetta bara það er í Battle Passinu. Reyndar þarftu að kaupa Battle Passinu líka inn. En það er alltaf að spila bara eina sama set og þeir gerðu í síðasta raundi með deadlockin á östuruna yfir á B-inu. Það sís hérna
grípur 2 en gerir vel að svinga ekki með því og svinga í 5 en ég hef séð að þær munu þurfa að passa sig á þessu longi þegar teigholtið er komið upp því að lenda í sísneiti og teigholtan er vond en við erum að taka annað frenzy-round hérna. Elkir samt með 2 Lullify og Kate 2 eftir, nei, býtu nú er óvilegðið að stríða okkur Cloudy er lifandi líka Spike fyrir niður hérna Kate samt með áskvís á frenzy-inu nær byssu og Teigholti nær að stoppa plantið en DP-ið kemur frá bæði Kate og Cloudy Spikeinn kemur niður hérna á trickball nær ekki að spamma og ulti tengir ekki en Kate með vandal frá Arena Gaming klárar þetta round og við erum komin inn í 3-3 eftir sjóðheita byrjun. Arena Gaming stefnir þetta í mjög svipað að sögu ef að AG fara ekki að taka fleiri round hérna. Góður peningur og Elk er komin á operatorinn eiga líka Deadlock ult Astra ult og Raze ult. Brimstone ult er búin að vera uppi svolítið lengi hérna hjá Kate geta tekið helling space geta líka tekið hann af þessum oppa með Astra ultinu sem að er að fara að koma út hérna. Við höfum séð þetta ult áður þar sem hún gerir það sem er basically hérna Viper default vekkurinn flott skotin á Bat sem að tínur upp mist inn í sjáus fíla það reyndar að þær eru farnir að taka áhættu með positioninu sínum skrítið ljósana á þessum boombot Waffly með flott pickana Elk er gripinn sofandi á vappanum og Pera ein á 4 tekur upp vappan og ætlar að fara bara í saveið sem er alltaf rétta playið. Það var eiginlega bara orðin leikur á hver nær vappanum en spurning hvort að Klöts ná að finna hana til að peka upp vappan en Pera reynda komin í spóni þeirra líklegt að sé bara ekki að fara að gerast neitt meira í þessu rándi. Nei. Pera er bara að fara að sitja hérna í attacker spawn með vappan. Kate spilar inn á position þar sem að mér finnst ólíklegt að Pera push upp. Væri græðgi að íta svona langt úr spawninu aftur og Elker fær þennan operator bara í næsta rándi aftur. Já. Við sjáum hérna smá ult history þar sem við sjáum að Mist er búinn að sitja á Deadlock ultinu í að verða núna 6-7 mínútur. Astra ulti svipa lengi líka hérna hjá Peru. Raze ulti búið að vera til í mér langar að segja þetta séu svona það vil 4 mínútur. 2 round, 3 round. Það er eitthvað svoleiðis en sáum hérna pásu, mér finnst líklegt að þetta sé að koma frá Arena Gaming sem er að taka smá leikli að peppa fólki sitt. Nú ert þú þjálfari. Hvað myndir þú vera að segja við fólkið þitt hana? Núna erum við komin inn í round 8. Við erum að fara að byrja round 8. Hér er Axel búinn að greina eitthvað vandamál. Hér er þetta ekki að peppa liðið þitt. Hér er þetta að greina vandamál sem að er komið upp. Þeir eru búin að tapa 3-4 roundum inn í röð. Jú, það eru bara 2 round. Það er náttúrulega Klöts unnu pistol round. Já, það er unnu, já, það er búið að vera 2 rounds í röð, jú. Já, en eitthvað sem að
Clutch fundu hérna til að stöðva eldinn hjá AG og hér er hann bara að greina eitthvað vandamál. En færa oppan hérna yfir á Mist sem að lætuðu vita að oppin er á B. Hefði smá, ég veit ekki hvort ég myndi segja að það væri klaufalegt að taka eitt skotan í gegnum hennar smók, en það gefur hellingsupplýsingar hins vegar. Og Pera bara, Bara hleypur inn. Waffle er hún annar hlaupandi frá 3 leikmönnum Clutch og grípur 2 í leiðinni. Waffle snirtir það upp og taka hérna sæt og spækin mun fara niður, nei, Mollys til að stöðva. Plantar langt frá þessum Mollýum, við erum vel meðvitið þá. Og færa síðan í postplant stöður. Brimmultið er til, fá upplýsingar á Cypherin hérna á shortinu. Þá er það bara að finna hennan laumulega Yoru sem að ég held að hefur sýnt sig þarna, en tíminn ekki að vinna með að rýna hérna og Lullafight hérna með skoti í gennum vegginn sem að tekur 2 í gennum vegg. Snirtilegt round frá Lullafight. Pikka ekki upp operator. Ég takk á bænd. Nei. Já, ég er enda mjög spes. Ef að það er náttúrulega bara enginn initiator þarna. Ég hefði viljað vera með operator, fá bara gott flash inn á A-ið og lappa upp shortið. En það er kannski bara ég. Ég er frekar sérstakur spilari og það er ástæða af hverju ég er ekki ofar en ég er. Og þær vita mun betur hvað þær vilja og hvað þær eru að gera hérna komnar í 5-3. Þú gætir alveg spila operator þegar þú ert að spila double duelist, en þú ert ekki með initiator til að supporta einn annan duelistinn þá og þú ert með double smokes, þannig að þú ert ekkert að fara að spila þessar löngu línur. En erfitt að átta sig á því hvað er í gangi í þessu rándi hérna með við positions. Elk er komin mjög djúpt inn að nær Cláudiu eftir að Mist og Pera falla líka mjög framalega. Ákvað að fara hann bara allar saman, syns mér, bara í smá push fráttur að vera með byssur. Ákvað bara að breyta til sem að persónulega mér fannst bara að vera nauðsynlegt að gera. Þær voru komnar í þessa stöðu. Hún lendir í trippinu. Lullafight meðvituð og ætlar því að yfirgefa longið. Spila nær liðinu sínu. Batt hérna. Spila í smá. Lullafight bara með 2. Þegar þeir droppa hann út, spilar þetta Cage gullfallega. Tryggir sér 4 í þessari umferð. Er það bara ég eða er Lullafight að spila bara eitt af bestu leikjum sem að við höfum séð frá henni? Hún spilar alltaf vel. Ég veit hún spilar alltaf vel, en þetta eru 2 leikir í röð sem að hún er bara svona alveg klárlega toppspilari. Bara 10-4 af þessum 10. Í attack. Þetta er ekki léleg frammistaða. Þetta er ekki léleg frammistaða og Clutch sýnir áfram hvernig þær spila sig alltaf svona langt inn í leikinn eftir að ströggla pínu til að byrja með. Waffle að gefa hellingsupplýsingar hérna til að koma sér í stundkostnæg. Nei, ákveður að típja út. Ég var hreinlega búist við og myndi bara taka fætið hérna, hún var svo örugg með sig en Mist er búinn að labba hérna út longið og gæti fundið hérna 1 eða 2. Finnur Waffle en ekki mikið meira það, en ágætis value hérna á sheriffnum og 4 lifandi inn í entrínu. TP kemur yfir, full rotate komið líka frá Arena og við erum að hlaupa inn í hringi í kringum bæinn. Það er skemmtilega við þetta map.
Brýtsúlt til hérna hjá Áskvís. Viljaði reyna að taka þetta save round hérna. Spikeinn fer niður, ekki til Mollys til að stoppa það. Sjáum Astrolti hérna. Helgi satt ekki að klíra horni sín hérna. Og smá hérna vinna gegn hvor öðrum með Brýtsultinu inn í Astroltið. Þar sem að þær fá svo gott cover frá þessu Astrolti og enginn í rauninni í stöðu til að stikka hann Spike á meðan þetta uppi, sem að gera þetta smá klaufalegt round. Þannig að ég hefði líklegast ekki sett bæði últin eða reynt að isolata shortið frá Showers og Spike'num með Astroltinu. Sett þetta öðruvísi upp. Astroltið í rauninni að loka bara annað hvort og síðan notar Brýtsultið í rauninni að koma bara inn á hitsvæði. Búa til hérna fight þar sem að hinnar þurfa þá að svara þér annarkvort með því að labba í gegnum Astrawall ef þær eru þeim megin, eða þurfa að svara þér með því að vera stönd í Brýtsulti. Sjáum hérna sama Astralt og þær henda alltaf hérna og enginn að spila því. Elgar hérna með flott skot, nær Waffly, ná líka fínu skaðin á Lullafight sem er stórblind, en koma hérna tvær út úr húka og ná tveim á side. Hvað? Já, tekinn hann í mollíunum, Kate. Og Bat hérna 1 á 2. Pullback smoke inn í Astra smokeinn hérna Peru. Og lítið hann í stöðunni en að hoppa bara út. Gerir þetta mögulega fyrir á kassan og gefur ekki frá sér neitt soundina, en high-lowið datt hún niður. Erfitt hérna og komið með 4. roundina í fyrri helming, geta ennþá sótt 5. og farið inn í attackerhelmingi sinn með hellingaround. Já, algjörlega. Arena Gaming strax betri spilamennska, alltaf biting, sjáum þetta gerast hægt og rólega. 4 eða 5 round í mappinu þar sem þú færð ekki að velja hlið er aldrei slæmt. Þú veist, ef að þær eru að spila í kring, þeir eru með kompina sem er mjög auðvelt að taka side með. Það er erfitt að testa allt þetta utility frá Theo og Breach. Þannig að ég sé alveg fyrir mér að þetta attack side sé æft time. En að vísu... Bat næstu í tekinn í Astral-forminu. Nær síðan peikinu. Þeir eru eiginlega bara komnar hérna hinum meginn inn og núna Theo-ultið er mjög fallegt íti Lullafight hérna inn í Lamps og þær vita það. Cloudíasandina með gerir vel til að ná einum, en allt og margir leikmenn að rýna í kringum hana og 2 á 3 hérna, 2 á 2. Á að komast í teleportið og færa sig yfir, ætti að ná Spikeinu hérna niður og Spikeið planta fyrir long spurning hvernig þeir vilja spila þetta, bakka hérna aðeins út á sætinu og meðan Arena Gaming er að koma sér fyrir. Barsar á mist, 2 eftir að labba inn á sætið. Brýtsult uppi hjá Kate, ekkert í últstöðu hjá Arena. Labba hérna út, klíra longið, fá mjög valuable info hérna. Ætla ekki að klíra elbow. Gamble hérna sem er ekki að borga sig, mist ennþá að horfa long. Ætti að vita að það er enginn þar. Og þær eru handvissar að þetta sé húka og bara gleyma í rauninni elbow alveg. Já, þarna bara sást ekkert að þær voru að spá í elbow og það var akkurat staðurinn sem að Clutch situr sig á. Clutch núna
og maður koma sér í 8-4 þegar fyrri helmingur klárast. Strax einu ránd betra fyrir Arena Gaming og það, já, skiptir eiginlega bara, held ég, öllu máli. Arena Gaming fær núna að koma sér yfir á Attackers. Það er ekki mikið. Þær eru vissulega með Astra og Brimstone. Og Flíana grætur það að hún getur ekki keypt sér klónan og flassið í fyrsta rándi eftir nýjasta Jóru-nerfið. Já, af hverju var þetta það Jóru? Þegar Jóru er besti dúlist í leiknum í dag. Já, þetta er alltaf að breytast, það koma svo marga breytingar. Eftir að Teo kom inn og Deadlock og Vice var ítt inn í mettuna yfir Cypher, þá varð Jóru svo ótrúlega góður. Spila vel með þeim. Spilar vel á móti. Mótið þeim? Já. Já. Getur triggerað Vice vekki með klónanum sínum. Ef hann í ultinu sínu þá trigger hann alla Sonic sensoran hennar Deadlock. Þannig að hann einhver veginn ofan á það, þá er ultið hans bara frítt, svo ótrúlega mikið frítt hennar info. Getur bara staðfest hvar hálft liðið er. Hilo hérna hjá Clutch sem að skila sér út í 2 fröggum á hvort lið. Misti hérna með lurkin í sjáist og TP-in kemur bara yfir og þær eru bara TP frá Lullified og enginn er að spila side. Vita kannski ekki af Cadian í Heaven en virðast ekki vera meðvitaðar á því hérna. Ásdís ekki að horfa á það. Smá hérna unaware yfir því hvar Clutch geta verið og Bat er bara komin innan út Showers en skiptir einhver máli því að Mist er bara ok hengir inn að einu skoti. Tímasendingin. Bat spilar þetta betur. Mist nær ekki að tengja og Bat einhvern veginn nær að lesa nákvæmlega hvað planið var, þannig að tímasendingin gríðarlega mikilvæg og ég veit að fólki sem er heima að horfa á þetta þekkir þetta svo vel úr rankleikjunum sínum. Tímasendingin getur verið það leiðilegast í heimi en við erum að sjá Clutch vinna 2 pistol rounds. Það er, sko, þrátt fyrir að vera besta liðið í deildinni, það er svona eiginlega hægt að segja það og er allavega fyrrum Íslandsmeistarar og allt svoleiðis. Men ef þú vinnur alla leikina einn ár, hlýtur að vera besta. Já, það er svona eins og staðan er í dag að allavega þangað til að Arena Gaming sýnir okkur eitthvað annað en ákváðan að virka vel hér. Ótrúlega góð byssa. Geðveik hugmyndabætin inn í leikinn. Mér finnst hún frábær, en já, það sem ég kannski að klára Clutch ekki að sýna alltaf að þær séu bestar þær eru að mæta í pistol rounds en allavega náðu að kveikja á einhverju þannig og breytti aðeins til ákveða að vinna pistol roundið, svona koma sér í gírinn en Sara hérna nær Claudiu á longinu og þær gera sér líklega hérna til að sprengja inn á B-side. Kate er stönnuð hérna inn í 2 með Spectre-inn, stoppa hérna á smóknum, svingar beint inn í átlóðin hana, hugsanlega búinn að gleyma því að hann sé hana. Kate sér rest, þetta spray með þessari byssu var gríðarlega vel gert hjá henni, sungar hana út og nærðum öllum með einu sprayi. Staðan orðin 10-4 fyrir Clutch. Þetta er staða sem við þekkjum vel og Clutch líður mjög þægilega núna þrátt fyrir að vera á heimavelli að Arena Gaming. Það er svona hægt að segja það. Þetta myndi jú vera heimavöllurinn þeirra. Þær hafa tekið nokkra leiki hérna í aðstöðunni Arena. Þar á meðal síðustu 2.
skemmtilegt hljóð í þessu Deadlock season. Já. Með line-upana sem að Bat sleppur ekki úr með Mollionum, Seasonu og Reisneitinu. Hvergi sem þau getur farið, vita af löllufætana, sjáum pingin og Keitina inn í smóknum með Judge. Sækir 1 pick en sprayið frá Ásvís nær löllufætt í staðinn fyrir Keitana fyrir einhverja óheppni eða heppni fyrir eftir því hvaða liðið þú ert í. Right here. Partur af öllum leikjum, smá heppni. Kate, þú vilt örugglega ekki vera hana þegar smokinn eftir niður en svo sem þekki tímasendinguna á þetta kemur niður núna og heldur áfram með Judge-in, ákveður að píka þetta kannski ekki rétt ákvörðun með þessa byssu. Núna Arena Gaming fær frítt side og Clutch bara 2 eftir. Claudia og Waffly ekki með kannski byssunar í þetta. Waffly með Marshallin, skemmtileg byssa, getur verið gríðarlega öflug en erfitt þegar þú ert ekki bara að spila á móti einum eða eitthvað svoleiðis. Mist búinn að grípa hennan Judge og koma sér fallega fyrir inn í lampsjana. Claudia hefur samt betur af gullfallegt skot þar sem hún sækir vandalinjana og grípur Peru líka. Og lítill tími til að stikka með Mollionum. Claudia smá sofnar hana og bakkar í Molliona og Waffly fellur í spækin. Og við erum komin inn í 10-5. 10-5. Var það eins síðast? Komast það Var 13-6 síðustu leikur. Já, ég að spá þegar það var 10, hvort það hafi verið 5. Hafi ekki. Já, mér minni það. Þetta allan að voða svipaði leikur sem við erum að fá hérna frá þessum 2 liðum og Clutch að sína að skiptir ekki máli hvaða map þú vill pikka, þær mæta til leiks og Waffly kominn á oppan hérna. Já. Stór leikmaður á þessum oppa. Hún að vera stórhættuleg, var akkurat með Marshallin pikkað upp Outlawin og náði einu killið hérna Fara í gegnum allan snæpi listan hérna í síðustu rándum. Hægt og rólega að koma sér upp núna Vinna sig upp í toppinn. The Big Gun. Löllufætt líka á stóru byssunni hérna. Hellingur á stórum byssum. Judge, Operator, Judge, 2 Vandals. Væri fallegt að sjá einn fantómanna hengi með sömu byssu en svo ekki. Pera hérna á aðeins minna kaupi bara á Guardian en Vá, þetta er að horfa á þetta bara er peak Valorant, bara eitthvað rugl, bara eitthvað billjón jútil, bara einhverju hrúana. Það kemur pussið inn, spurning hvort það geta nýtt eitthvað af þessu settum. Stunnu hérna, ótrúlega okkur einhvern veginn, miljón smókar, gripinn en Ásvís. Enginn heyrir í spæknu fara niður, mun ekki gera neina tilraun til að stoppa það held ég. Elgir hérna smá kíkingum smókin, Kate Knight. Samt 2 hérna, einum í ultinu og fellir Elgir sem að er langt fyrir framann allar mundir. Og við sjáum stikkið hérna frá Kate. Og sagan endurtekur sig hér þar sem að stikkið kemur bara og rándið endar þannig. Bardaginn heldur áfram og þetta er mjög villandi einhvern veginn alltaf þegar þeir halda áfram svona ótrúlega mikið að fæta. Já, en rándið er sem bara búið. Clutch tekur 11. rándið fyrir sig og það var í raun mjög sérstætt postplant. Virkilega vel spilað hjá Kate. Nær hann að pikkinu með ultinu beint eftir plantið. Nær fyrsta killinu strax á Astra-veggurinn dettur niður og býr í raun til þetta tækifæri fyrir Clutch að koma sér aftur inn í þetta ránd. Núna mjög mikilvægt fyrir að rýna að ná að búa eitthvað til hér með lítið sem ekkert að byssum, bara Sara. Hvað er í gangi hérna? Það er bara jútil.
Waffle bara gripinn hérna, stönnuð í döðlur á móti sem Sheriff. Reyndar Þær eru að fara að labba inn í deadly Odin hérna backsíðis hjá Löllufight. Leikmaður sem líka on fire í kvöld. Þannig kemur það út. Fljótar að skjóta trippið og ná að bjarga Peru og ætla bara að labba inn í hliðina á henni, en það skiptir engu máli því að Löllufight tilbúinn, sem hérna eitthvað að gæjast í kringum þessa pípu, nær trúlega fleiri en hún á að komast upp með. Nært 5, en á móti þá náðu þær staðnum, plantinu og eru komnar í mjög betri stöðu. Arena Gaming komnar með þessa byssur, eiga að geta, þetta óheppilegt byss að labba hana inn í þessi skot og Pera nærendar á móti, en Claudia satselar hana inn í sína eigin sprengju og tekur smá skada, 5 kúlur eftir í klipunni, en það bara nóg. Þetta ótrúlegt. Að taka það inn í matchpoint á öðru mappi. Hvernig Arena þurfa kraftaverkjana. Bánsinn komin aftur. Vel kreistur og flottur. Þetta spila, sko, auðvitað var þetta fáránleg ólukka hjá Mist, skotin í gegnum vegginn þegar hún að reyna að halda með Odin bara til að þeir komist ekki inn á sætið, en hvernig þetta á ekki að geta gerst. Nú þurfum við að fá bænir aftur, aftekja tölvuna hjá Löllufight hérna inn í miðjurandi, en svo ekki. Reyndar til Breach, Theo og Deadlock ultina. Waffle, svo eina sem situr á ulti á hlið Clutch. Reyndar bannvænt ult. Getur eyðilagt mjög mikið. Lendir samt í Breach ultinu hérna sem þvingar hann til að teleporta lengst hérna yfir á B. Kate tekin hérna slæmri stöðu til að vera í og ult eftir ult og spreyið henni í gegn. Elk að læra af hverju þú spilar Yoru, en Waffle nær hérna öðrum backside og það bara hreinsa upp þessu umferð, taka map 2, sendi það inn í map point á split og núna það bara dugað að drepast fyrir Arena. Þar sem að það sem eftir verður aldeilis brekka. Já, algjörlega. Clutch núna komnar 13-5 í mappið, sko mappick Arena. Sjáum reyndar líka bara stöðuna Kate 26-9. Löllufight byrjaði hana leik báránlega vel, hægðist síðan aðeins á henni og Kate tók bara yfir leikinn. En þetta lið spila náttúrulega fáránlega vel saman og já, eiga þetta hreinlega bara skilið. Já, við sjáum líka samt hérna að lörkin hjá Mist hafa klárlega verið að skila sínu þar sem að hún sækir hérna 6 first blood, opnar 6 umferðir. Ef við kíkjum líka bara yfir það hérna, 6, 10, 11, 12, 13 first blood í 18 umferðum hjá Arena, en þær eru að opna flest öll rándin og eru bara ekki að snúa því í sinn hag í framhaldinu á því. Það eitthvað mikið sem vantar bara upp á þar. Það eitthvað í middirhándinu sem klikkað, kannski vel prakkað lið og með hlutin á hreinu og rándin byrja vel hjá þeim. Síðan í middirhándinu eitthvað sem klikkar og sko, hugsanlega bara það að hvað Bat ótrúlega góður middirhánd shotcaller bara, sem að svolítið gæfumunurinn í þessum leik. Já, það líka það sem ég allan búinn að taka eftir, sérstaklega reyndar í þessum leik, hvernig þeir spila sig í gegn. Fara hana sérstaklega rándið þar sem þeir voru 2 á móti 2
og bara horfa ekki elbow. Það eru þessi litlu mistök sem að Klöts nýta svo gríðarlega vel. Það eru, ef að Klöts fær staðsendingu sem að þær geta píkað og það enginn að búast við hana, þær eru ekki að fara að missa skotin sín. Það klára rándið og Arena Gaming eru bara, þær eru ekki fullkomnar. Þetta er gríðarlega sterkt lið, en það eru þessi litlu mistök, þær ná ekki að completely hafa allt á hreinu. Auðvitað er þetta ótrúlega erfitt. Þessi leikur er algjörlega upp á allar upplýsingar sem þú getur verið með og Arena Gaming eru bara ekki með allar upplýsingarna á hreinu og Klöts nýti það bara miklu betur en allir aðrir. Eitt sem ég langar að segja líka það ránd, sko, sem að er svolítið það hvernig Klöts spila. Þú ert inn í 2-2, þú átt Breachult og þú átt Cypherult. Það er player í liðinu dauður á longinu, í hinu liðinu dauður á longinu og þú ert með þetta Breachult. Hefðbundna playið væri að spila frásæt fyrir Brimultið og fá upplýsingar seinna meir af þessu líki sem var á long. En Klöts bara gera það ekki. Þau fara inn í elbow, spila inn á position sem að mjög óhefbundið og það er bara svolítið hvernig Klöts spila, sérstaklega eins og þegar við tölum kompið þeirra, þau spila bara ekki initiator, þau spila bara óhefbundið komp. Double duelist, double controller er óvenjulegt. Já. Þannig að það er svolítið það sem að kannski Arena eiga svolítið erfitt með að aðlagast að. Bara þessi svona unconventional er örugglega bara besta orðið til að lýsa playstilum hjá Klöts. Það er erfitt að aðlagast í hratt. Já, algjörlega. Og það er, sama hvað þú spila mikið saman, sama hvað þú skrimmar mikið á móti öðrum liðum, þú ert aldrei að fara að fá sama leik og þú lendir í á móti Klöts. Klöts, eins og segir, er allt öðru sig og hvernig eiga þær að æfa sig fyrir það? Eiga þær bara að byrja að búast við því allt sem þær eru búnar að læra er að fara akkurat öfugt. Taka bara inn allt sem þú hefur lært. Rusli með það. Ég held að þú verður að gera þetta aftur af því að þetta var ekki á mynd en... Já. Ég sást hann eitthvað smá en já, bókin mín er farin hérna á gólfið. En já, þú veist, það er svolítið ég held að það sé skrítið að spila móti Klöts. Ég held að það sé best leið til að lýsa því og þú veist, sem þjálfari sem hefur keppt á móti þeim sjálfur þá já, við hendum þessu bara líka í ruslið. Þú veist, sem þjálfari sem hefur spilað á móti þeim þá það er skrítið, besta leiðin til að lýsa því og líka þegar þær töpuðu síðast mappi var það á móti ótrúlega öguðu liði Valkyria sem að spilaði ein straight forward leik og hægt var. Þannig annarkvort þarft þú að spila mistakalausan leik eða vera jafnskrítinn, held ég. Já. Því að liðið sem vann þær á undan því var Gold Diggers og þær voru svolítið bara svona hér og þar bara eitthvað, að gera bara eitthvað sitt eigið þing. Já, þær spiluðu... Svolítið bara svona, þú veist, falla þær tilbaka og spiluðu svolítið svona eins og myndi kannski bara ekkert búast við. Nei, bara alls ekki og það er akkurat málið. Þú segir skrítið, ég myndi segja óþægilegt því að þegar þú ert komin í þessa stöðu að það er ekkert óþægilegra heldur en að vera bara ég er viss að ég sé að spila rétt, við erum að spila góðan leik og þú lendir samt í því að tapa ránd eftir ránd eftir ránd eftir ránd og þú bara skilur ekki af hverju. Auðvitað, jú, að horfa á þetta sérstaklega einhver með kunnáttu þú og líklegast fullt af fólki hérna frammi til dæmis sem eru að fylgjast með þessu, þið þekkið þetta, þið sjáu hvað er í gangi og ykkur finnst þið að vera skrítið. Þetta er ekki hvernig rétt spilamennska er spiluð en þetta virkar. Klöts eru bara með eitthvað annað faktor sem að vantar kannski ekki í önnur lið en er klálega eitthvað sem að er bara kokteillinn af sérunum. Já, en við ætlum að henda okkur inn í stutta pásu meðan við undirbúum þriðja mapp. Förum inn í split með
að rýna byrjandi inn á Defender helming þar sem að þetta er Red Bullinn sko, það er eitthvað í þessu það er auka kolsýrunum, ég sver ég er búin að vera non-stop í gegnum en að leika gefa frá mér mjög einkennileg hljóð en jú, eins og ég segi við ætlum að taka eina örstuttast pásu leyfa liðunum að endur næra sig og við snúum aftur rétt bráðum. Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is
Já, góða kvöldi og velkomin aftur í Míludeildina. Við höfum haft smá leikmannaskipti hérna í stúdíó. Við höfum sagt bless við Brimar og inn hafa komið Tommy Tourette og Conny Enoch. Komið sæl. Góða kvöldi. Velkomnir. Takk. Ég er fagnarlega til frammi. Heyrðu? Já, fólk er spennt. Greinilega aðdáenda hópur hérna í Arena fyrir ykkur, en við erum að fara inn í þriðja mappina og hugsanlega match point. Mögulega senast það, já. Mögulega síðasta mappið hérna. Við erum að fara inn í Split. Arena Gaming völdu Defense. Þannig að ætti að ganga vel hjá þeim í Defense nú. Þær hafa spilað frekar vel á Split hingað til. Jú, það er mjög solid Split með alveg geggjað komp líka fyrir mappið. Já, við erum núna með smá innsýn inn í liðið hérna með aðstoða þjálfaran hjá Arenaðinni hjá okkur. Ég er ekki svo insight, þetta er alltaf að spila þetta mappa nokkuð sinnum sko. Já. Betri innsýn heldur en ég er með allavega. Nei, nákvæmlega. En byrjandi defense, þú veist, það er 8 roundum. 8 rounds. 8 rounds. Já, það er bara flott defense á spil. Það er meira en þau hafa náð í leik núna á móti Clutch lengi, þannig að Við vonum að breytist. Ég myndi segja 7-8 round og þetta er bara in the bag. bara smooth sailings þar á eftir. Já. Já. Síðasta leik keppt á Split á móti Clutch tóku 3 umferðir. Já. Ekki statlæni sem þú vilt sjá. Nei. Og líka ekki mjög svona hugreistandi farandi inn í matchpoint, vitandi það fyrir bara mánuði tapaði á móti samanliði 13-3. Nei. En hver veit samt? Nei, Tíminn. allt getur breyst. Þær eru búin að vera að brakka síðasta mánuð og Clutch svo sem líka, þannig að Já, bæði liðin eru að prakka mikið á þessu mappi núna, þannig ég held að það er bara geggjaða leik sem við sjá núna. Já, en núna vill ég fá að vita eitt, fyrst að við erum hérna í síðasta leik mótsins. Við fengum hérna miða frá þjálfaranum hjá Clutch sem að sagði að þau bönnuðu Fracture sem hefur verið bara permabannið hjá Arena af því að þau heldu að það væri eitthvað 3D chess dæmi og þið vilduð actually spila Fracture. Er það rétt eða? Nei, þú veist, ég myndi ekki segja það. Þú veist, Theo Breach rosalega, þið spilið Theo Breach og Reis mikið. Það er geggjað komp á Fracture á þessi dráðitsynda. En þetta var bara permabann. Er þetta bara því að Pera vill ekki spila Brimstone eða? Það er það. Það er hata Nagent sko. Já, ok. Þannig að þau bara outplayðu sjálfa sig að einhverju leiti en Þau ofugsuðu það. En mun að skipta máli, við sjáum þá á næsta mappi og hugsanlega næstu 2 ef þetta fer þangað. En mér skilst að liðin fara að vera tilbúin. Við ætlum að fara bara inn í mapp sem fyrst. En á meðan þá hugsanlega getum við farið yfir agentana sem við sjáum í kvöld. Jóru sjáum við alltaf. Já, það breytist í þjáum, það er bara yfir öllum komum. Hvort að Claudia eða Delulu er að spila breytist svolítið miklu hérna fyrir þær. Lullified mun örugglega fara á Sentinelin ef að Claudia er að spila. Sjáum þá Reis. Brimstone líklegast for Kate. Já. Nú komið Brimstone player. Og Bat fer þá Viper? Já, maður heilt nokkar sögur og hún sé að byrja að spila smá Breach þannig. Eða Astra. Það gæti sér Breach kláni. Er það búist til Jóru á Split? Já, þau spila Jóru á öllum möpum. Interesting. Waffly hefur ekki spilað annan agent en Jóru á þessu móti. Það er interesting. Þannig að það er ekkert að fara að breytast núna held ég, enda líka bara með rosalega góðan kennara með sér. Þar sem að Jóru hefur bara, Jóru? Já, bara Jóru sjálfur bara kennt henni. Já. Á Richard Mondrick en að Jóru sko. Já, er það Juicy ekki basically Jóru? Hann er bara Jóru. Mætti alltaf sko. Já, það sem að hann hefur kennt henni mjög mikið og það sést, hún spilar agentin mjög vel. En já, við getum líka séð Östru frá Bat og síðan náttúrulega myndið þú þekkja kompið hjá Arena betur en ég. Já, það verður bara klassíkin á Brim, Breach, Theo og Reis. Nei, á Split, sorry, já. Það er Astra, Breach, Theo og Reis. Já, eitthvað skrítið sko. Nýbúin að tala um að við höfum Brim. Já, ég er bara ruglast aðeins hann á möppunum sko. Og tala Fracture og Já, sjáum bara rauninni enga breytingu hjá þeim. Það kemur ljós. Gæti verið 1 breyting eða 2. Ok, ég býð spenntur.
En mér skilst að við séum að klára smá pub-quiz hérna frammi áður en við getum farið inn í leik. Keppendur eru í einhver smá glens hana frammi. Þannig að spurning hvort að við tökum örsnögga 5 mínútna pásu áður en að við förum inn í leik, bara svona til að leyfa leikmönnum að setjast niður og koma sér vel fyrir áður en að leikurinn hefst. Endilega. Þannig að við sjáumst bara rétt bráðum. Eða, nei, nýja fréttir, liðin eru bara tilbúin, við þurfum ekki þessa pásu, við ætlum bara inn í leik sem fyrst. Það er bara betra. Þið eru núna búin að vera, gerir ég ráð fyrir Prakka Split, það er valið oft og eitthvað. Já, það var svona fyrsta mappið sem að Prakka hjá þeim, þetta fyrstu sko. Þannig að hellingur á strat sem við ættum að sjá frá okkur hérna. Alveg meira nóg sko. Ekki með jafn mikla innsýn hérna við borðið og fyrir Clutch. Nei, Clutch Prakka mig mikið, ég býst alveg mikið af flottum playum frá þeim sko. Já, ég svo sem trúi því ekki að lið sem á spilar svona unconventional comp sé ekki að Prakka, þetta sé bara náttúrulegt. Það er þurfa að búið til þessi eigin stíl með svona kompum sko. En við erum komin inn í leikina, sjáum að Kládi ætlar á Reynu? Nei, þetta er, já, Löllufætt fyrir hérna á... Og við erum með Mista á Reynu hérna. Já, hún er bara búin að lokka inn Reynuna. Elkur er komin að jettina, það eru nokkar breytingar. Ég ætla ekki að ljúga, ég er með smá inside information. Það var hérna áðan við barinn. Það var hérna, hitti ég coachinn hjá Arena Gaming. Já. Og hann sagði mér, það er alveg pæling að henda bara eitt lurking Reynu í gang og split. Já, það er reyndar risastórt. Það er smá move. Smá gambúl, en það er move. Það vildi breyta einhverju til að sjá hvort það myndi aðeins hjálpa þeim að breyta playstylinu frá svona passive við aðeins meira aggressive sko. Er þetta hardball sem ég sé hérna? Það væri ákveðin vissla. Hún er bara aðeins að fíblast í okkur sko. Er hún að, ég held þetta sé gert fyrir ákveðin einstaklingin út í sal. Mjög góða líkur á því, ég efast að þetta veri lokkað inn hérna og Claudia fer bara hérna í racinu eftir að hafa flekkað á milli Ísá Chamber og Reyna hana, einhver glens í gangi. En já. Það kemur að strand. En nú er ég smá forriðin meitt að fara úr Sentinel yfir í Reynu er ekki bara mikil breyting fyrir Mist, heldur líka bara mikil breyting fyrir holdið hjá öllu liðinu. Jú, holdið var aðeins lérara. Það er spurning sko hvort að Mist sé tilbúin að taka þetta á sig, en hvernig ætla liðið að taka mót þessu? Þú veist, er þetta æft? Eða var þetta bara einhver ákveðin sem var tekin áðan? Bara byggt á því að það þarf eitthvað að breytast og þarf eitthvað að breytast rætt, eða? Það er bara seinni punktin í öður, sko. Já. Það þurfti bara að breyta einhverju, fá aðeins meira aggression í þær og... Já, bara smá meira ego. Já, eiginlega smá ego í þetta, sko. Keyra upp egoið. Já. Já, ok, ég reyndar elska það bara. Þetta er bara... Ég sé ekki hvernig þetta getur klikkað. En við sjáum Clutch hallast meira aðeins hérna þar sem að þær gætu lent í mjög sóðalegu breach, Theo, Jetplay en Vekkurinn komin upp ætla meiri áttina mittinu þar sem að Waffly gæti verið gripinn inn hérna samt með TP-ið út, þannig að kannski skiptir ekki öllu máli fær hérna infoið, já, insta TP bara, ætlar ekki að taka þátt í þessu og Clutch færa sig hérna í áttina B og mid fá pikki á Mist hérna off-roll pikkið ekki að borga sig hérna í fyrsta rándi þar sem hún er tekin hérna djúpt inn í garage Pera ekki í góðri stöðu til að taka mútið öllu liði Clutch og þær sitja 3 eftir í postmatinu hérna Claudia með annað pikk og stelpunar í Arena eru bara að falla eins og flugur hver á eftir annari já, smá brekka já og þetta er andan punktur fyrir einu, maður vill ofta reyna að fá svona pikk í skrýtnum fætum. Já. Sérstaklega pistol, já. Og snowballa. En hún er smá svona high risk, high reward karakter. Já, spila einhver kjánuleg angle og dismissa bara út. Já, þetta er agent sem að rewardar monkey brain. Nákvæmlega. Það er bara ekkert flóknar. Það verður svona slökk á heilinu að spila hana, sko. Spurning hvort að Mist geti ekki bara slökkt á hausnum og farið að skjóta. Því að hún getur alveg skotið þegar hún byrjar.
Við erum að sjá hérna 4 labba niður milli. Nei, 3 segi. Með Breach stönnið hana tilbúið með þeim. Já. Klöts til að bara hægt upp aðeins. Við erum með crossback með væpanunum. Ég væri mjög til að sjá eitt jump peek núna frá austri. Spurning hvort þú myndir sjá Bíddu nú það aðeins. En þær labba bara inn hérna sæt. Gefa frá sér hellingssound og Pera veit núna af þeim. Já, við sjáum að grúpa þetta saman í A-mainnu. Tilbúin að fæta saman. Þetta er svo lengi sem Breach lifir af hérna eitthvað. Ok, ég teka það baka. Nær hana einhverjum skaða á Bat. Já. En Við sjáum að Klöts plantinu vel plantaður Heaven og var allar að grúpa saman í mjög sterku stöðu til að halda og defenda bombuna. já, mjög hérna öfugt position hérna hjá Klöts sem að við höfum líka bara séð inn í síðustu 2 leikjum. Þær hafa alltaf einhverja hugsun í postplantinu sínu sem er líka svolítið svona það sem við komum inn á áðan með það að midroundingið var gæfumunurinn í síðasta leik. Já, það eru mjög góð bara on the split calls og eru mjög góðar í að staðsetja vel í postplantinu. Já, eins og já, akkurat 18 round áðan og Arena voru með 13 first blood. Já. Töpuðu samt 13-5. Það first blood skiptir ekki máli og kann ekki execute eftir það sko. Nei, akkurat. Þannig að þú veist núna hvað þú þarft að fara yfir. Ná, nákvæmlega. Með stelpunum, en Þetta er bara að spila number, sko. sjáum hérna smá default frá Þetta, ég vona við sjáum kick. Eitt pick hérna, já, flott. óþægilegt hérna angulan til að klíra fyrir Waffly og Mist er að spila Reynu eins og þú átt að gera hana. Og við sjáum Púsa frá beint upp eftir þetta. Það er þessi off-angle sem gerir þetta svo sterkt, sko. Það geta bara dismissað í burtu eða ef þetta er alveg clear, bara heala það ef þú þarft að. Já. Sjáum þetta fara annar pick hérna. Oh. Bat bestar hana í þessu fæti. Það hefði verið næst. Mér finnst Bat og Mist búin að vera eiga mjög mörg fight í þessum leikjum. Þær eru einhver veginn alltaf að mætast. Claudia að labba seint upp midi. Já. Og enginn í rauninni til staða til að refsa því en sem getur ekki vitað að hún hefur allt þetta pláss og fer bara súers og rígrúpar hérna með liðinu sínu. Fá infóði hérna á hellingsskaða á Söru í Heaven. Pera hérna með smá Hvað erum við að skilja? Þetta var reyður Púmbot. Hvað gerðist? Flott. Ok. Býttu nú Elskir komið á Ódininn. Herðu, ok. nú. Það er í heiður svona Access held ég. Já, það geti verið, sko. Þetta er allt í blóðinu. Þetta sé ættgengt. Það hlýtur að vera. Eitthvað sem gerðist við fæðingu, sem bara valdi þess að velja bróðinn. Hvað þarf að gera í fæðingu? Þú veist, þarf það reykja alveg óhemju mikið eða mikið áfengi eða hvað er það sem þú þarf? Það bæði sko. Já, þetta er eitthvað kombo, Þú ert að vera eitthvað farin haustundur að við að spila út sko. Í móti, sko. Ég er alveg til í óðinni komp, samt. Já, það líka er alveg svona... Í leik sem þú þarft að vinna. Hefur þú séð hérna... Og ert undir. Jet Apache helikopter. Með óðinn. Bara hoverar og sprayar. Virkar það? Kannski nei, en þú veist það er flott, skilur. Það lukkar. Style point. Svín lukkar. Múnt að sama lurkveikin á henni. Hörðu, what? Við rétt náðum þessu skoti, þetta var gullfallegt. En Waffly færs hins vegar að krossa hérna upp í ramp. Við sjáum Arena með play fyrir B-ið þegar hann klýra það. Já. Mist er tekin á middinu. Hún komið svolítið langt niður middið þarna. Já, en á sama tíma fá að vita að Viper er ennþá ekki stöðar á miðinni. Smá hæg rótið hjá Arena þóttu bara info að sé ekkert að B-inu. Já, nú er Pera í smá boba. Smá það var mjög óheppilegt. Klaufalegt priority hana, en svo sem kannski ekki... Þannig að taka út óvinnin hefði verið mjög næs, sko. Já, já. Ná varum út úr spili. Við sjáum að Lölöfn er á late flanki Heaven. Við sjáum núna að cancela þessu ríteki á Arena Gaming. Þessi Odin er að... Hann er svo oppressive. Já. Það er með flott byggja Heaven. Herðu þennan á mig. Sara lifir blindið af líka. 3 ára 2 hérna, Waffly ekki mjög healthy. Býttu nú! Herðu. Það lít rótið þetta Odin-mix er bara the key, sko. Já, 4 æfið bútt right now. Almennilegt.
Mér bráðnauðslega vantar hérna bóngsa. Já, það var ekki leiðilegt að vera með hann sko. Maður sé mikið að Clutch Gaming bara fara að labba upp aðeins. Það til að fá smá meira jumpinga rampin eitthvað við hennar væpið sko. Já, það aðeins að fá nýta hann svolítið frítt hana. Pera svolítið búin að gambla öðrum megin við hann alltaf og taka svona sving annars slæðið en það kannski þyrftir að færa annan leikmann nær aðeinu af því að það mjög auðvelt að spila í kringum væpuvegginn þegar það bara ein manneskja nálægt. Það Pera getur ekki haldið þessu ein. Annars hafa við annað Odin pick bara. Þessi Odin actually giga. Þetta giga Odin. Svo þú spyrir ekki bara líka að þakka. Það eitthvað svo gaman við Odin sko, að ef þú ert að halda ykkur tröllar yfir sig hana, nær tveim. Hún búin að vera on fire, þetta voru. En þegar þú heldur ykkur þröngri línu með Odin, nærið piki og heldur bara áfram að spraya, það mjög erfitt að treyta því strax. Já. Klaufuleg skotan frá Kate en nær samt pikin á mist á minni byssunni. Það var ekki mjög góð að fæta taka en 5 health eftir, dróni kemur inn. Ok, við flikkum drónan, I like that. Já, þetta eins og hérna rangeið sko, þetta æfing. Grid shot. Já. Heyrðu nú. Já, þetta ekkert eðlilega mikið gulag, eitthvað. Þetta the beauty of Theo Breed sko. Já, þetta var reyndar mjög snirtilegt djú til hana. Kate skilin eftir í 5 HP, 1 á 4, fær reyndar byssu. Ég hef svo sem séð Kate gera ótrúlegustu hluti, þannig að ég ætla ekki að afskrifa þetta ránd, en... Það mætast núna í CT, sjá hvað gerist. Eða T segi. Hún einhvern tímann að fara að búast við Peru hérna? Þarna. Nei. Þetta leitt út þess að tæpa. Já og nei, þetta var... Í smá stund. Þetta smá BM hjá Peru hana. Smá comedy. Já, þetta var ákveðið spray. En hvað smá bandir í svona leik? Það maður ekki að fá smá bandir í þetta. Geta það skemmtilegra. Ég er mjög forvitin að sjá núna með bæði reynuna og Jórúin hvernig það verður sett í play. Ég hinga til, þú veist, það kom eitt pick hana í A-main áður. Bara offengulega A-main. En ég er forvitin að sjá núna það sem eftir að leiknum. Hvað verður gert þess að nýta þetta? Það mjög lítið fram á X-U núna. Við erum með K-ulti ready. Já. Og þetta bara full senda í nasset eftir þetta kompa hjá þér. Bittu. Já, ég efast að Mist sé að fara að lifa þetta af. Já, það er fullt gróft að bakka ekki. Ok, hún reyndar kemst í burtu þar sem að væpurvekkurinn bara uppi endalaust, þannig að hann ekki settur niður. Já, þetta var heppilegt. Já, nær að nýta sér hann væpurvegg heldur mikið. Og fætumilli Peru og Lölufæt. Lölufæt með flott skotana en ekki tilbúin fyrir Mistana sem fær núna heal. Já, þetta breytir miklu fyrir hann. Mjög mikilvægt kill sem hún fekk hana og stönnið gott þar sem að Sara getur svingið að því en Claudia því miður ekki stönnuð fyrir þetta bara trade hana og fær hana snirtilegt Heyrðu! Refrag. Pikkja Mistana. Já, þetta 2 á 1. Sjá hvernig Kate spilar þetta. Flott skot frá Kate á Mist þar sem hún 1 á móti giga Odinina. Mun á spæknum á ult. Nei, hún á ekki ult, hún var að nota það. Eyri steps. Ípjar hana upp á. Hvað? Tekur örlítið skaðana frá Odininum en ekki neitt merkilegur. Droppar inn á færflassið í sig. Gott smoke. Við erum komin í smá ring around the rosy hérna. En Kate... Þetta var svaka, þetta var spennað hana. Þau taka líka Odin. Það er spurning hver menn fá að spila Odina. Ég gaf vel líka spatt hjá þeim í þessu leiði. Hún svona líklegasti playerinn til þess, nema Kate spila hana bara sjálf. En ef hún fær ekki að spila Odin þá kaupir hún bara Operator í staðinn. Spurning sko... Skemmtilegustu vissu leiksins. Núna hafa Clutch verið svolítið mikið að dry-cleara mörg angles. Við vorum komið Jett á oppa núna hjá Arena Gaming. Við sjáum líka að Clutch með 4 ulti. Þannig að hlýtur eitthvað svakað að geða þessu rondi núna í þeim. Finnst líklegt að þið byrja hérna á finnst líklegt að þið byrja á Jórúulti. Það hefur verið venjan hjá þeim þegar þau eru með Jórúult að nota það strax.
Já. Lýr að fá info hvar allir eru. Já, finnst líklegt að þau séu býða hérna smá, taka smá insertin á middinu. Þau komast inn í vent. Fá info á hann oppa hérna. Og hún ætla bara að fara af Iron Waffle, skilja hann oppa eftir, ætla ekki að díla við hann, en Arína með flott sett, þetta er halda það núna. Vappan fyrir að meinið og perar að halda vettinu. Spækin er að lurka upp í main núna. Sjá Clutch. Ásku síðan að næði einum og starður um Waffle satt með veitið hann strax, mist. Komum svolítið djúpt inn í garage, nær spæknum að Herðu biti, þetta jafnast út bara mjög quickly. Mun hún að ná spæknum á Jórúltinu og elskar samt með batt á oppanum minna. Þetta er málið við Jóru samt, hann bara hleypur. Smá tunnelvision á oppanum þegar hún á að vita að hann getur verið nálagt á hann bara önskópa og er tilbúin með kvikskópið eða bara pistolina. Komin inn í annað 1v1. Clutch hefðu betur af því síðast og gera það aftur Waffle með 4 í umferð. Stórt rand frá henni hérna og dregur þetta í þeirra hag aftur hérna 4-3. Smá saga endurtaka sig hérna. Arína ná 3 randum snemma aftur, 3 í röð núna og svolítið missa þér alltaf bara dampinn strax eftir það. Fá að minna gríðalegt graf. Hér, munurinn hérna sem við sjáum hér frá síðustu leikjum er að það er enginn að halda últinu sínu rosalega lengi. Sjáum minna, það er enginn sem á últið sitt í meir en 1 eða 2 ránd. Ok, flott skóla frá Kate, það er svona hnífanir eru teknir af Elger strax. Fær hana fínustu klippingu. Svo shit damage á bak. Það fá pikkið, það hæða niður og reyna að fá meira info á mappinu. Gera það vel hérna að spila numberið sín. Já, það er rosa sterkur hluti á Clutch, það er oftast bara alla saman. Missa ekki hausinn eftir að fá fyrsta pikkið í röndinu. Spila mappið mjög vel. Það er svo auðvelt að verða overconfident eftir fyrsta pikk. Já, það er bara það sem við sáum í síðasta leik. Já, því maður heldur maður geti gamblað. Og svo deyr maður og svo aftur deyr liðsverðan á sama tíma. Heiðu, já sæll. Það er verið að valta yfir þetta rand. Það er ekki mjög mikið sem að Arína áttu inn í þetta rand. Nei. Ná hann að pikkina Waffle inn í allri óreiðinu en mist. Bakkar bara inn út, Suer seifar Phantominn. Klárlega rétt að pleiði hérna að þú ert aldrei að fara að reyna þetta held ég. Nei, það er bara missunni. Líka með reyndar að spila mjög framalega hérna og er eiginlega bókamál að fara að taka minnstakosti 1 fight í þessu randi sem að veit ekki hvað þarf að gera. Ok, við erum rosalega inniloku núna. Það er að törna passið. Nú væri ég til þess að dismiss bara og save það. Eða hvað? Ætla bara að taka hlið. Já. Nær 3 pikkum hérna. En þetta er gott of það. Sem ég sé fyrst finna að fæða smá ego boost sko. Já, en á sama tíma, þú veist, bara economy damage. Þú veist, jú, þau geta keypt og þessu Waffle núna með half shield, en overall er þetta alltaf hitt á economy. Sjá mína ultisturinni hjá Arína að hún Pera er búin að eiga ult ansi lengi. Já. Sama Ásdís. Sama með Ásdís hérna fyrir næstu í 6 mínútum fekk hún ultið sitt. Mjög áhugavert að þetta sé í mínútum en ekki í rándum en það er... Já, svolítið merkilega. Það var aðeins léttar að sjá þetta í rándum sko. Já, en maður átt að segja alveg á því að hún fekk ultið sitt fyrir 3 rándum. Nákvæmlega. Mist tekinn snemma. Það er svolítið hérna sagan búin að vera... Ok, Sara fær killina með Mollys og batnær Elger inn í vents. Svolítið búið að vera sagan hérna að annarkvort er mist að fá pick early eða day early. Já. Það er svolítið bara reyna leikurinn. En það getur breyst líka á síðan attack-sætinu. Ef við erum að fara í þetta lurking reyna-dæmi sem maður talaði um. Það er bara góð við að sjá þetta reynu, hún vill taka fyrstu fæti. Hún er ekki rætt við það. Nákvæmlega. Clutch að Lollifight nær hérna. Ég les alltaf Clutch og
kalla bara alla leikmennina þar Clutch, ég veit ekki hverju gerir það. Lullifætt nær, Peru hérna einni á A-sætinu. Maður sér flott setupið við Heaven. Það tilbúið með crossfire frá rampinu og Heaven. Þetta gott. Já, þetta lítið svo að gera þarna, sko. Já, mjög gott postplant, þannig að... Maður sér þetta mikið sterklega og Clutch hversu vel að spila saman. Já, líka sem búin að vera að spila svolítið lengi saman og keppa svolítið lengi saman. Fann að sæti allir að fara saman inn, það enginn að vera að beita inn á sæti. En við eigum ennþá Breach ult og Astra ult og Reynu ult í Arena Gaming liðinu. Já. Og á móti hvað erum við að horfa að og ég gleyma Reynu ultinu. Það rosalega gott. Já, svakalega. Við erum með Viper ultina og Raze ult á móti. Það bæði mjög sterk ult. Já. Að minnst 4 mjög sterk ultina í þessu randi. Reynu ulti kannski ekki alveg impactful en ekki verra að hafa það. Býttu nú aðeins, nú eitthvað að fara Hörðum með mig. En ok. Elkuna tegum tilbaka. Batt hérna með 2 en hún sleppur. Bótinn er stór. Já. Skilin eftir henni í 10 líf. Þetta 2 fyrir 2. Það er alveg með þetta. Þarna sjáum við dæmi að þær eru svolítið... overstayra svo mikið. Já, eru svolítið óhæfar að spila fyrir pikki sem þau fá og byrja ofta að gambla bara af einhverju mótþarfa. Þannig ertu með 10 HP og þú ert með byssu sem getur ekki one-shotað í haus. Já. Þú ert ekki að fara að vinna þetta fætan á mest basic angle ever, einhvern veginn. Já, það held ég fælir að... Mest bara angle, já. Já, bara... Fara alltaf að baka vegginn, sko. Já. Og bara ná hotninu. Ég spila bara eitthvað get skrítið position þá eða ef þú ætlar að deyja. Það með stæl. Já, gerða það vel, gerða það flott. Svo flóta ákvörðin á Clutch að fara yfir aðeð og insta-viperultja. Já, þetta getur verið svolítið erfitt í þig, sko. Þau eiga samt brítulti en það samt bara, þú veist, svo lengi sem þú finnur viperina. Já, en... Það ekkert grín. Mér finnst Batt gera ógeðslega vel að koma sér inn að fyrir. Þetta ótrúlega opið plan. Já. Hún mun leyfa Lullifætt að spila hans tíman og hún spila eftir að hún þarf að gera það. En brítulti kemur bara inn að strax sem betur fer. En þau finna hann ekki strax. Hera nærin hérna og gera mjög vel hérna, mjög ákveðnar í retakinu sem bara akkurat þess að þau þurft að gera. Ok. Almennilegt. Já. Ok. Flott retake hjá þeim. Við erum komið hérna Jóru sprayið. Hvort þetta sé eitthvað smá targetið, ég veit það ekki. Það má vel vera, sko, en nú erum við samt að horfa á 3 ult fyrir Clutch. Já, og mjög slæmt í economy næstu hjá Arena Gaming. Það þurfi vel að vinna þetta, annars endar það líðast bara 8-4. Já, það er lítið svo við gerir. Það ekki 8 rándin sem að Arena átt að vinna sem þú talaðir Tommy. Nei. Þetta hefur breyst smá. En ég meina, svo aldrei að vita hvernig það takkir fer, sko. Þú veist, það þó að mappið sjálft sé kannski defense stætist. Það var alltaf eftir einhvern liðið executa sjálft, sko, á takkinu. Já, við... Eins og ég segi alltaf, þá held ég alltaf með virta mappi, sko. Já, það er það sem mest skemmtilega sem við getum fengið, sko. Heyrðu, mist nær hérna... Þú veist, leiðu þetta komið í 5. mapp, þá er mér alveg saman hvað vinnur. Já. En þú veist, þér er kannski ekki alveg sama, en... Ég vil að 3-0, en það er skemmtilega að fá 3-2 eitthvað hann, sko. Það er meira spenna. Fallandi hægri vinstri. Vítu nú, smá lift á Raze-ultinu, það gerist. Ekki Raze-ultinu, en gerir hins vegar alveg helling skada með því. Sara skilinin eftir 39 lífi, one-shot með Phantom og Vandal. Við sjáum að Clutch gefur heyrðu nú mig, vítu nú aðeins, þetta er eitthvað. Heyrir ekki í TP-inu. Nei, það er svolítið erfitt. Kate gerir mjög vel hann að grýta þetta kill ekki og repositiona bara. Þetta var vel gert af Kate. Koma sér yfir þetta snögglega eftir blændi. Já. Viss að hún hefði aldrei getað fæta hana, blinda hana. En nú er samt spurninga, því við eigum Tejo-ult í hérna Arena Gaming. Þá það curious að sjá. Við eigum líka ennþá Reyna-ult. Já, nú forðanlegt að sjá. Þau reyndar eru luma á KO-ulti hjá Clutch. Og líklegast eina ulti sem þau munu fá í svona. Kate reyndar stóri leikmaður og getur alveg dreipið 3, þannig að við getum séð Omen-ult líka, en það er kannski ekkert rosalega impactful. Já, það
Það er playmaker. En við erum hérna 3 punktum frá Jett-ulti og 5 frá Breach-ulti. Við sjáum það ekki í þessu raundi, en við ættum að sjá bæði Astral-ult, Teo-ult og K-ultið. Já, og ef að mistir ekki að poppa sínu ulti bara strax hérna í byrjun rounds, það eitthvað skrítið. Það var mjög skrítið. Já. Það einu ulti, maður þarf ekki að geima, bara poppa þegar þú ert að taka fight, sko. Já, þú þarft ekki eins og að gera þú ert að fara að taka fight, sko. Það ekki tíma því lengur. Nei, það rétt þér. Þannig að þú veist, meðið segja ef þú poppaði þegar þú ert að fara að taka fight, þá ert að gefa sound indicator að þú sért að fara að taka fight. En svo getur þú poppað og þú fær ekki svo fight alltaf roundið, sko. Nei, svo sem. Ég svona vonast eftir því að við sjáum eitthvað Teo play núna með ultinu, þú veist, við erum þetta nýjast agentinn. Bara beint á byrjun? Já, bara gera eitthvað crazy, sko, eins og að stönn þarna, já, þarna býtu kemur eitthvað. Þetta nærundar engum, þetta var mjög tæft á að ná svona báðum. Enginn pushar upp með þessu, hrættar við hana vegg. Og það er að labba upp bíðið núna. Þetta áhugavert að vera hrættar við hana vegg en vita samt að hann er að fara að koma. Ok, Búmbotinn spottar hérna og Pera tekin í Astral form. Sjáum að Klötz byrja að grúpa strax aftur upp fyrir executin á B-seti. Þetta hættulegt núna. Teo-ulti kemur inn á Mist ekki búinn að kveikja ultinu sínu. Ekki að skipta í málið hana. Skemmtilegt að sjá, hún kíkti ekki einu svona á TP-ið. Hún treysti bara. En 3 og 4 hérna retake verður erfitt með eingöngu 2 byssur hérna hjá Arena. Ok, skilur kikka hann inn. Já. Tæknar hann í sprayinu. Erfitt retake. Báða 2. Klötz algjörlega neita að gefa einhvað space í retakinu. Já. 4-8. Þetta er eiginlega, þú veist, ég ætla ekki að setja þessi worst case scenario fyrir Arena Gaming. Það gæti verið með 0. Já, en þú veist. Ef þeir vinna næsta round, þá er þetta líkast 8-8, bara aftur leikur. Já, en leikurinn verður bara svo mikið erfiðari á attackinu á split. Algjörlega. Já. Núna það samt alveg að spila á móti engum Sentinel líka og sjálfar ekki með Sentinel. Móti hérna double duelist. Og sjáum að það er gott rít, það er að stakka aftur að B og Klötz í áttina að hennu. Þetta er ekkert óvinnanlegt. Óvinnanlegur attack-helmingur með þessi komp á báðum liðum. Bæði lið að spila double duelist, hvorugt lið með Sentinel. Það er ekki eins og þetta sé mest defender-sided map í heimi þegar þetta er svona. Þannig að Klötz er snöggar, það eru snöggar að byrja að færa sig aðeins yfir. Við sjáum að Löllufætt er strax að reyna að fá info á hennu, hvort er cross yfir ekki. Þetta er mjög áhugaverður Viper-veggur, ég hef aldrei séð hann vegga þér. Nei. Ég er alveg samla. Þetta er eitthvað nýtt. Hann er samt alveg kind of nice. Áttum okkur að sjá Kei og Jóru lappa saman. Allavega hvernig þær er að spila með Jórunana í hell og Claudia djúpt niður á middinu. Þetta er alveg kannar nice veggur. En Batt með fyrsta pikki hérna inn í round 2 en Þú og Per þetta pullið tilbaka. Það er alltaf gott sko að ná treytum minna, eða bara mikilvægt að ná treytum. Ok. Já, sætt þetta var flott skot. Það er góður sigur fyrir Löllufætt en Elkur pullaði þetta út. Wow. Flott skot fyrir Claudia sem að doppeltingar mist. Heyrðu þið með mig, Claudia er bara... Gítið vel, óvissar hvar Pera er, droppar hérna 1v1. 1v1. Ok. En Kate tapar þessum ekki. Nei. Vinnur sín 1v1 hérna og sínt það bara í allt kvöld. Já. Nú er spurningin, staðan á 4-9, hvort að Arena þurfi ekki bara að fara að forsa til að reyna að pulla þetta tilbaka. Ég meina, þú veist, þetta er... Staðan er 2-0 í þessari serju. 4-9, þú veist, það er... Þú verður að vinna þetta round. Já. Ef þú tapar þessu og þetta fyrir 4-10, þú veist, þá ertu að spila undir stressi einhvern veginn allan tíman. Já, sko 9-5 er ekki jafn ógnandi og 10-4. Nei, það er rétt sko. Þó að það sé þannig að sé ekkert þannig að sé munur, það er það bara ótrúlega stressandi, en það er alltaf bara halda andliti og 4 sheriff sko. Seifa hérna, jú, kaupa reyndar 4 sheriff sem eiga allar 1500 kalls úr þar. Flott leikjaði. Þetta var mjög næst, vel gert.
Gaman að sjá svona óhefbundin execute. Ef við sjáum stafs að klöts púsækinu B, þetta er strax kontról annars þar mappinu. Já. Eftir að missa middinu. Og púsækjum aðeins, sko. Það er... Já, núna þurfum við að sjá að reyna að halda haus. Það er eitthvað sem þær hafa ekki verið að gera í kvöld. Það er svona veiklega við að reyna enga sentinel. Það hafa ekki mikið info á mappinu eða fólk að pússa í gegn. Já, eins og núna, þú veist. Það þurfa að berjast fyrir spacei bara basically hvar sem er. Nær hérna báðum. Plasti kemur út til að hjálpa sér að komast inn í burtu. Bara snirðilega ekki til mist hérna samt komin snúa hana baki hver aðra batt og mist á middinu. Smá awkward fettana en vaknar því. Mist næstu búinn að enda hílisutana með að cut off. Tekur ekki outlawin. Á að sjá iconic play. 30 seconds left. Þetta... Ok. Næstu í play. Þetta var round. Það var... Ég veit ekki hvort ég sáu það þegar hérna Mist var að labba upp mail stigan og Batt labbaði bara framjá henni upp middið og það snýru bara baki hver aðra hlið við hlið. Algjörð tæming á báðum. Pældi í því, þú veist, hlutirnir sem gerast bara í leikjum sem maður sér aldrei fyrir. Nei, bara... þú myndir bara aldrei vita að þetta hafi gæst. Ef það væri ekki fyrir. Svo spyr ykkur, býtu hvernig komst hann í vent, þú veist. Þetta er svona típist þannig moment, sko. Svona millisjónu moment sem gerist. Já. Er ég að sjá rétt að Batt sé 15-1? Það er smá villi, hún er með 14 killa en ég held sem ég 11 death eða eitthvað. Það gæti verið smá villa, eða 7 death kannski. Kannski var þetta 7. Þetta var 11, Ok, klaufalegt molly hérna frá Batt. Og Lollified er stömmuð hana, kemst samt í burtu. Sjáum að Arínu koma allt B-sæti. En nú erum við búin að taka sko... Komnar með allt B, komnar með allt. Huge flank frá Guts frá spawnu. Já, en það er búið að taka pláss í stíganum með þessum tegjumóljum, en það er ekki tekið síðan eða haldið af neinum, sem er að þú veist, það þarf í raunin ekki, af því við þurfum alltaf bara að planta, skilur við. Vist er riski stöðu, ég veit ekki alveg með að fara svona langt tilbaka. Næri að dismissa henni aðeins meira og Edgar er komin að hjálpa henni. Hirðin nú mig. Færa hann að hjálpa henni frá liðinu með dismissinu, ótrúlega stórt. Mjög, já þetta er einmitt riski hérna reynu playstílinn sem að þarf svolítið bara að byrja að virka ef það er ætla að eiga eitthvað inn í hennar leik. Þetta er einmitt helmingur fyrir það á dagsefnum. Já. Og þetta er líka bara svolítið eitthvað sem það er svolítið kannski að byrja að gera fyrir að taka svona áhættur. Byrja að gambla meira. Spurning hvort Batt á að gera damage hérna í lokin. Henda playbookin út úr gluggan og spila bara instinct. Og Batt ákvað að gefa ekki neina orbs, bara tegja í spækinn. Mjög sniðið play í svona rándum. Já líka, ég bara horfði Astrar einum frá, Jackti tveimur frá, þú veist, þetta er allt fyrir tæft. Reyna á ult. Var eitthvað inn og þú notaði síðasta helming? Ég man ekki hvort þú séð það bara yfir höfuð. Getur við fengið graffið hérna? Arína graff, takk fyrir. Mér minni að var ekkert reyna ult til að notaði síðasta helming. Jújú, að notaði hérna fyrir 20 mínútum, cirka. Já. 1 ult. Notaði það greinilega frekar snemma og fekk það síðan aftur og notaði það aldrei aftur. Nei. Reynultið er vanmetið sko. Sjáum Akkur Blake frá Guts. Ok. Ljótt byggja. Kláti er að skjóta. Já, sætt. Og snögg afgreitt rándina að mestu leiti Mist 1-5 komin hérna upp í B-heaven en breyti litlu þar sem það eina sem er til að taka mótinni er smá timing og full. Bara engin leikmaði núna. Þetta var svolítið eins og að pika fætu Gunnar Nelson hann. Quick execute á aðeinu og það er bara skotið mann tilbaka, þú veist. Freka crazy. Já, það er... Ég tala ekki á reynslu samt. Hefur ekki farið í slag við Gunnar Nelson? Ekki strax. Ekki ennþá. Kannski í framtíðinni. Já, þetta er svona markmið. Já. Skólinn live eða eitthvað nei? Já. Þetta er næs. Ég get ímyndað mér að það sé ekki næs. Já, ég held líka, hann væri örugglega bara geðið rólegur all tíman sem gera það örugglega svona 10 sinnum meira skeri. Já, hvað hann er ótrúlega yfirvegaður. Tómas, akkur er það þessu? Á meðan að berja þig í tætlur, þú veist. Ég þarf að brjóta þér hendina. Þetta væri frekar leiðilegur slagur, held ég. Já, ég held að það væri bara, þú veist, niðurbrjótandi og óþægilegt. Já, nú er ég að sjá, þú veist,
Mistir að koma sér í stöðu til þess að refsa ykkurum. En það bara spurning hvort þið getur að gera núna það í 5-11 stöðunni. Eða 5-10. Já, það nefnilega Getur þið ekki bara fengið reyna 1v5 í hérna, please? 10 seconds að left. gera, þú pekar reyna eitthvað þannig, sko. 10 sekundur eftir sýnist þetta bara að vera pure safe. Ég held að segja enginn til að fara að labba til hennar. Já, hún ætla líka actually að segja á byssunni þetta skítið. Já, en þá náttúrulega þú veist, við vorum með 100 kredit. Ok, nei, hún fekk sinn. Já, en ekkert dismiss samt til þess að secura the getaway. Nákvæmlega. En ég meina, þetta hefnaðist. 5-11, nú fyrst er þetta orðið bara mjög hæpið. Fáum hérna timeout. Gerir ráð fyrir að, ok, nafnið hjá Ásgeir FFHVF, já. Já, svo erum við með hérna, Pera er AG Pero MMA. MMA, er svona tala um hérna? Já, þetta er meant to be. Nákvæmlega. Pero. Það hljómar meira spænst. Við erum svona nætt að skýra sér það actually. El Pero. Gæti verið að sé eitthvað rosalegt en þetta, á þess að fatta það. Við sjáum að Kate er aftur á tónum. Þetta er 3. mappi í röð. Frábæra serju. Já, þetta er með minna Löllufight sem búin að vera eftir henni síðustu 2 leiki. Já, það passar. Reyndar aðeins neðar hérna í liðinu núna en samt sem aður frábær framistæða frá henni bara í seríunni. Nú veltum maður þessu fyrir sér, þú veist, og þetta er svona smá kannski off topic en þú veist, staðan er 5-11. Þegar þú ert komið með 12. rándið þá ertu safe, þú veist, þú ert safe allan í overtime. En maður pælir í því, þegar klöts er komið í 12, ef það kemst í 12 þarf að segja. Hætta að reyna jafn mikið. Skilur, er þetta, ef þú hugsið þetta svona sálfræðilega, ætlið að róa sér niður þegar vitar örgar? Ég held að róast niður. Ég held að róast niður en ég held að reyni ennþá jafn mikið. Já, það er bara spurning sko. Jú, kannski þegar þú ert yfirvegari áttu auðvöldar að taka einhverja áhættur. Við erum bara komið að executina með hérna... Og Elkur er komin einu sæti að lítur að feikja þeim. Oh my. Flott feik, allir út þetta. Mjög gott timeout hérna greinilega til að call þetta fake. Elkur er bara komin í elbow og... Ekkert plant komið. Áskrís er bara farinn. Allar 4 B verða hérna svolítið að treysta því að feikið hafi virkað ef þær vilja taka eitthvað almennilegt space. Spækið fyrir niður. Já, þetta var allur frá gorgeous skoti. Snöggur refsing þannig sko. En nú fá að sjá hvernig Arena staðsett í defensin á spæknum. Það er búið að vera erfitt hjá þeim í þessum leikjum að halda spæknum. Þetta var svolítið vond. Þegar að 3 hérna mjög hratt og það eru til blinds. Ein eftir. Það er til Heimi sem vinnur þetta. En spyrjum við hvað við sjá það í dag. En þá verður hún að sleppa sem shift-taka á stundinni. Hún ákveða bara bæði save-ið. Já. Fatt hefa spækin hana í últinni sínu. Nú er allavega með hero gun. Já, ætlum við fáum ekki fleiri byssur hana þar sem þær þurfa að kaupa hvort þér. Jú. Misti hérna með morðfjár eftir að seifa nokkur ránd. Hún reyndi að seifa það breytta það ekki. Hún dói einu, það er hárrétt hjá þér. En Sara með pening fyrir 1 droppana á Peru. Nei, á Áskrís myndi ég halda. Lít út að þetta bara execute inn á... Nei. Claudia með reis fullt uppi. Það er kannski bara mid-control. Vita af bakkanum minna á Claudiu. Saman að fara í eitthvað ventplay, sjá þetta ná Claudiu. Rapp með fyrsta pickinn á, mist. Elkur komin í gegn. TBR nút, Waffly. Stönnið frá Söru tengir í engan nema Elker. Ekki að skipta neinum máli. Þú vildi ekki einlega hægja þess á henni? Þetta getur verið devastating. Ef Löllufight fær pickið en það ég megin, þá er, þú veist, þá er lítið sem þú gerir, sko. Þá er þetta erfitt round. Já, þá er BS-ið bara eiginlega ómögulegt. Sem hún gerir og hleypina liggur í BM. Spækin. Kate fær hérna hellingsinfo fyrir Waffly. Þetta var nýtt flashback hana. Óminúlt inn í píkið. Það er áhugavert. Það eru búin að vera að æfa sig greinlega mikið með einhver flessuna. Sem Reis myndi koma hérna, tekur 1 og Sara hérna 1 á 5. Sjá hvað hann gerir, 1 niður.
Tveir. Ég er bara að púla tilbaka. Á ennþá drón Það og verður Exit. klöts bara til það. Þarna er þetta. Defenders win. Og það er leikur. Já. Það er serja. Serja. Klöts eru 5-faldir kvennadeildameistarar. Það er ekkert annað. Það Þetta er var rosalegt. hvorki meira en ég minna. Gaman að sjá hérna að Batt er með 5 first bloods á KO. Það er mjög vel gert. Var með 4 þegar hún spilaði hann áðan. Hún er með 9 KO first blood í kvöld. Það er galið. Sem er, og var líka með 21 assist í þeim leik, þannig hún er með alveg frekar brenglaða hérna KO stats hérna í kvöld. Já, maður sé líka bara hann að 16 assist, sko, veist, þetta er bara, þú veist, það er ekki mikið sem er þetta að segja, nefnum bara Bara flottur leikur í henni. En bara flottur leikur í öllu Bara, klitsliðinu bara. Já. Þær sína það bara aftur og aftur af hverju þær eru Já, kvennadeildameistarar. þetta kannski voru bara 3 leikir, ekki 5 sem maður vildi vona sko, en þótt að Aftur- enda 3-0 það voru þetta freka tæpir leikir þótt að rándið sínaði ekki. Mörg Já. ránd voru með tæp og voru bara litli hluti sem breytti þessu. Hérna, ég held að sé ekki mikið að segja um hennar leik sem við höfum ekki sagt nú Nei. þegar. Þannig að við ætlum örgulega að taka 5 mínúna pásu og síðan fæ ég nýja gesti hérna inn í stúdíó. Við ætlum að taka viðtal við sigurvegarana og við sjáumst á bara rétt bráðum. Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is
Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu Herðu, góða kvöldi og velkomin aftur í Míludeildina. Ég heiti Bang Simon og með mér hérna eru þjálfari og leikmenn Clutch til hamingju með 4. sigurinn ykkar í kvennadeildinni. Þeir eru núna 4-faldir kvennadeildameistarar í röð. Hvernig svona er svo tilfinning að vera bara eiginlega ósiguruð núna í hvað verða 2 ár? Það er búið að vera alveg ákveðin vegferð sko. Ég er mjög stoltur af stelpunum. Náttúrulega liðið sett saman þegar að Krafla eru ennþá 3-faldir deildameistarar. Þannig að það var svona alveg, þetta var alveg frekar svona ambitious frá upphafi sko. Og skemmtilegt að þú veist geta komið inn mjög sterk þá og bara geta haldið því síðan. Það er auðvitað bara, já, var mjög stoltur sko. Núna er eitt svona sem að hvað stendur mest út fyrir mér í leiknum ykkar annað en mjög óhefðbundin komp og bara svona almennt leikstíl er ástikar fyrir ákveðni byssu. Ég held að þið hafi keypt fleiri frenzies en öll önnur lið samanlagt. Hvaðan kemur þessi ást á þessari mjög óelskuðu byssu? Það er stelpur, ég set þennan bolt á ykkur sko. Sko, ef Bat segir frenzy, þá förum við bara frenzy og það er bara svoleiðis. Það er bara það sem Bat segir þið gerið. Já, talandi um Bat, núna er þið hvað, allavega 3 úr Clutch að fara að taka þátt í undankeppni fyrir Game Changers mót inn í Evrópu með ásamt Mist og Margarítu úr Arena og Valkyrjur hvor. Einhverjar þunga taugar fyrir það mót svolítið stærra heldur en þetta þannig að Evrópu hvarða. Það er bara næstu helgi sem qualifiers byrja það ekki. Svona hvernig leggst það í þig? Það er bara orðið góð spurning, ég bara veit það ekki. Nei, þú veist, það er náttúrulega spurning hvort þú hefur spilað á svona móti áður eða ekki. Það er náttúrulega svolítið öðruvísi gerir ég ráð fyrir. Ég hef aldrei spilað á svona stóru móti, ég er umulegur í þessu leik. Þannig að ég myndi aldrei detta í hug. En það verður að vísu svolítið öðruvísi. Qualifier fyrst áður en að maður fyrir að skoða það að fara út en að sjálfsögðu 5 mjög sterkir leikmenn að taka þátt. Blandaði hérna úr klálega 3 sterkustu kvennaliðum sem við höfum séð á landinu. Þannig að mér langar alveg að segja að það verður spennandi að fylgjast með þessu og vonandi verðum við með eitthvað útsendingar frá leikjunum ykkar. Ég allavega sjálfur væri meira en til í að bæði sjá og lýsa leikjunum ykkar ef að væri upp á það boðið. Þannig að ef að það býðst möguleiki á því þá væri ég endilega til í að heyra frá okkur og ég held að margir aðrir í þessu samfélagi væru vel mikið til í að fylgjast með. Það sem að ég held að þetta sé fyrst skipti sem að Íslandslið, hvað er þetta annað skipti sem að Íslandslið tekur þátt í stórmóti, allavega qualifier fyrir það? Sko, við tókum þátt, muniðstelpur, þið eru með VCT Game Changer titleinn, þegar við tókum þátt fyrst, 2023 eða eitthvað og það hefur actually verið smá vegferð alveg erlendis, ég meina þú veist Krafla tóku þátt í Birds of Prey sem var fyrirvari Beacon, við tókum þátt í Beacon líka einhvern tímann en jú, það verður alveg skemmtilegt að fylgjast með núna, ég meina þú veist núna verða Mist og Rita með, ég meina þú veist ég held að það geti allir, ég held að sé allir sammála að það séu mjög sterkir leikmenn sko, þú veist og þetta verður bara gaman að fylgjast með því held ég. Já, klárlega. En við ætlum að fara núna í verðlaunaafhendingu hérna í Arena þannig að útsending verður ekki lengri að sinni. Við þökkum fyrir áhorfið og óskum bara aftur Clutch til hamingju með sigurinn í kvöld. Ótrúlega flottur leikur, flott sería. Bara til hamingju. Ég þakka fyrir okkur og við sjáumst í opinni deild eftir viku. Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is